Halló, þetta ekki allt annað. Þá þarf ég heldur ekki fara að öskra, sko. Það skulum forðast það. En verið öll velkomin hingað í Hjálmaklett á þennan viðburð í dag sem er undir yfirskriftinni Aukin hæfni starfsfólks, fjársjóður í ferðaþjónustu á Austurlandi. Og við vitum öll að við eigum margar fjársjóði á Austurlandi og þetta alveg tvímælalaust einn af okkar verðmætustu. En ég heiti Sigursteinn Sigurðsson og starfa sem menningarfulltrúi hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Og mér finnst sérstaklega gaman að vera hérna dag með ykkur að fá að kynna þennan viðburð, vegna þess að það svo oft sem að menningin, listin og ferðaþjónustan svona skarast og það bara virkilega áhugavert. En já, ég ætla að byrja á svona praktísku hlutunum. Það fatahengi bara fram í anddyri. Og það eru líka klósettin. Ég var sérstaklega að koma því að framfæri. Það hægt að fara á klósett á nafnum anddyri. En já, til að byrja með þá ætla ég aðeins að skauta við dagskrána í dag. Og við byrjum á erindi sem heitir Ferðaþjónustan á nærsamfélagið og það Ágúst Elvar Bjarnason frá Samtökum ferðaþjónustuna sem verður þar með framsögum. Því næst kemur ráðgjöf og stuðningur fyrir stjórnendur og það Margrét Wendt og Valdís A. Steingrímsdóttir frá hæfnisdeildinni ferðaþjónustunnar. Tengjum heiminn í gegnum Ísland, mannauður sem áhersla til framtíðar kemur svo næst og það Gyða Kristjánsdóttir sem mannauðsráðgjafi stóðsviða Ísafjarðar sem verður þar með erindi. Svo tekum við stutta kaffipásu og því næst tekur Margrét Björk Björnsdóttir við keflinu og með erindi sem hún nefnir keðjun aldrei sterkari en veikasti leggurinn, náttúrulega skáldlegum Maggi okkar. En Maggi fagstjóri áfangastað og markaðssviðs SSV. Því næst kemur Helga Margrét Friðriksdóttir frá Landnámssetri Íslands með erindi óþörf fyrir hjólið. Því næst Hákonar Bergmann sem yfirverkstjóri í Hvammsvík í Hvalfirði sem kemur með jákvæð vinnustafmenning, jákvæð upplifun. Svo tökum við hádegishlé og þar á eftir eru pallborðsumræður sem við komum kannski betur að eftir. En bara svo við getum passað svona almennilega upp á tíman þá skulum við geyma svona allar fyrirspurnir og spurningar þangað til bara í pallborðinu. En já, ég held að sé bara ekki eftir neinu að bíða. Jú, það eitt sem ég glemmi hérna. Ég ætla að benda líka á að það eru gestir í salnum sem Símenntunarmiðstöð Vesturlands. En þau eru og ég mæli sérstaklega með því að þið takið spjalli við þau, vegna þess að þau hafa upp á ýmislegt að bjóða. En Símenntur Vesturlands stendur fyrir ýmsu námsframboði í fullorðinsfræðslu, auk starfs- og námsráðgjöf fyrir einstaklinga. Og ráðgjafarnir eru og þau eru líka búin að dreifa bæklingum á borðið, þannig að ég mæli sérstaklega með því að þið kíkið á hvað þau hafa að segja. Og þau eru standa sitja þar spenntar að svara öllu sem þið hafið að spyrja þér. En já, við skulum bara halda áfram. Og þá ekki til neina að bjóða bara Ágúst Elvar Bjarnason, velkomin upp og það ferðaþjónustan á nærsamfélagið. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, góðan daginn. Það búið að kynna mig. Ég verkefnastjóri hjá Samtökum ferðaþjónustunnar. Ég ætla aðeins að fara yfir tölfræði og segja ykkur frá tveim verkefnum sem við erum að vinna. Annars vegar erum við að reyna að greina tölfræði meira niður á sveitarfélögin og niður á landsvæði. Fyrir ferðaþjónustu þá hvað ferðaþjónusta skilar til nærsamfélagsins. Og svo hins vegar erum við að byrja núna vinnum við að greina færniþörf í ferðaþjónustu til framtíðar. Reyna átt okkur á því hvað þarf ferðaþjónustan af starfsfólki, hvernig menntuðu starfsfólki og svo framvegis á næstu árum. Ég ætla bara að byrja á Ingu, jú, það var það. Aðeins að tala já, getum við?
Stendi á stúruna, hvað með þig? Aðeins að tala gistinættina til að byrja með. Árið 2022 metar í gistináttum á Íslandi, þó ótrúlegt með yfirðast. Þetta í rauninni segir okkur það að þeir ferðamenn sem komu 2022 í rauninni þessi fullkomni ferðamaður fyrir okkur. Þau dvöldu lengur, þau ferðuðust meira, nutu meira og það ekki alveg víst að það verði eins á næsta ári eða þessu ári. Þetta væntanlega því að þetta einhver eftir áhrif af COVID-19 líka. Ef við tökum þetta svo aðeins niður á Vesturlandi, þá var framboð á herbyggjum og hótelum á Vesturlandi 742 herbyggi. Við höfum verið að, svona svo ég orðið að pennt, djöflast aðeins í Hagstofunni að reyna að fá betri tölfræði niður á svæði. Ekki að því nú, eins og staðinu núna, þá svolítið verið að setja Vesturland og Vestfirði saman í ýmiss konar tölfræði og við viljum fá skiptingu þar á milli. Og svo viljum við fá betri tölfræði yfir bara hvað boði á hverju landshluta, frambóðið í hverju landshluta. Og það í rauninni það eina sem við getum sagt að það haldið að einhver leiti utan hótelherbergin og hótelin en minna aðra gistaði og það þarf að breyta því. Við sjáum samt líka á þessari mynd fyrir 2022, græna línan hlutur hótelherbergja á Vesturlandi af öllu landinu, að Vesturlandi ekki alveg að halda í við þróunina. Við sjáum fyrir aðeins niður þarna 2021-2022 sem þýðir rauninni það að það verið að byggja fleiri hótelherbyggi á öðrum landshlutum en á Vesturlandi. Það aðeins að spýta í og með fréttir síðustu daga þá höfum við séð að það verið að fara í stóru framkvæmdir á Akranesi og svo höfum við heyrt einhverja sögur af Snæfellsnesi og fleiri stöðum, þannig að það frábært að sjá hvað kemur því og hvort að Vesturland ná ekki bara aftur að stökkva upp. Svo höfum við svona aðeins verið að skoða launasumuna niður á sveitarfélög og niður á landsvæði eins og hægt og þar höfum við verið að skoða atvinnutekjurnar sem í rauninni bara launasumman fyrir hvert svæði. Við sjáum þarna blálínurnar eru hlutur heildar atvinnutekna Vesturlands af þá á landinu. Nei, ég er að þessu. Jó, ferðarþjónusta stóð fyrir 6,1% atvinnutekjum á Vesturlandi. Þá erum við að tala heildarlaunasumuna á Vesturlandi. Hlutur Vesturlands af atvinnutekjum í ferðarþjónustu á landsvísu var 2,4%. Við tökum allt landið og alla þá sem starfa í ferðarþjónustu árið 2022. Upphæð staðgreiðsluskyldra launagreiðslna þarna í íslenskum krónum og á verðlagi hvers mánaðar. Það innihalda einungis launagreiðslu til launafólks sem falla undir staðgreiðslu en það einu stærsti hluti launatekna vegna atvinnu sem greiddar mánaðarlega. Næstu, ef við skiptum sér á sveitarfélögin á Vesturlandi, þá það Borgarbyggð sem með stærsta hlutin, með stærsta hluti atvinnutekna í ferðarþjónustu á Vesturlandi. Og svo sjáum við að það svona munur á þeim. Á Vesturlandi störfuðu 791 einstaklingur í ferðarþjónustu, sem fengu staðgreiðsluskyld laun. En þetta rauninni, það einn gallað á þessari tölfræði, en það ekki gerður greinamunur á því hvort að viðkomandi sé til dæmis í fullu starfi eða hlutastarfi og það ekkert lágmarksviðmið. Ekki að líka fyrir því hvort að fólk sé að keyra fram og tilbaka í vinnu? Jú, það rauninni, ef þú til dæmis býrð í Reykjavík og vinnur á Vesturlandi, þá telur þú fram í Reykjavík, sem dæmi. Þannig að það líka skörun þar á. Og þarna líka skörun að við, til dæmis getur einhver aðeins sem hefur fengið borgað 1 klukkustund í ferðarþjónustu, hann telst inn í þessu tölfræði. Þannig að eins og við sjáum bara á svæðum þar sem kannski meira ástíðasveiflur, það kannski fleiri sem starfa á sumrin heldur en yfir allt árið, þá dregur það á heildartölunni. Það jafnar það svolítið út. Þannig að við erum að reyna að fá betri tölfræði yfir þetta til þess að geta gert okkur aðeins grein fyrir því bara hvað þetta að skila til næsta samfélagsins. Svo erum við með, þetta svona kannski, það fara aftur tilbaka þetta kannski það tölur sem við erum að reyna að vinna í núna og við erum að vinna því að setja í loftið mælaborð eins og allir eru að setja upp í loftið í dag. Þar sem við erum að reyna átt okkur á því og reyna að komast eins langt niður á sveitarfélög við getum með ýmiss konar tölfræði og erum bara að safna saman eins miklu við getum núna.
og við erum að gera það í samvinnu við Hagstofuna. Hagstofan hefur alltaf verið að gera ferðaþjónustureikningana og við erum stöðugt á bakinu á þeim að gera betur og fá betur tölfræði, af því að það skiptir gríðarlegu máli fyrir landshlutana að sjá hver staðan þar. Það er eitt að tala ferðaþjónustu á öllu landinu, en við þurfum að sjá líka hver munurinn á Suðurlandi og Vesturlandi. Hvað er munur á hótelherbergjum, er munur á starfsfólki, er munur á hvað er verið að selja. Og þannig getum við séð, þá getum við ekki bara smalað í annað sem við erum að gera. Og það er að reyna að greina þessi færni þörf, hvað þurfum við í framtíðinni. Og þar erum við með spurningkönnun sem við byrjum á því að senda út á föstudaginn síðasta, þannig að tölurnar eru komið mjög mörg svör. Og við mættum að senda það út á markaðsstofnun, beða markaðsstofnun að taka þátt í þessu með okkur og fara í gegnum baklandið og fleira og vonandi fáum þá betur meiri svörum. En við erum að reyna að átta okkur á því hver er staða fyrirtækinu í dag, hvernig meta þau sig varðandi næstu 5 árin. Er þörf á meira menntaða fólki með ákveðna menntun, er þörf á meira menntuðu erlendu starfsfólki og hvað getum við þá gert? Getum við stuðlað því að það sé meira framboð á ákveðnu námi og svo framvegis. Þetta er svona ákveðin grunnur í þessu öllu. Og við sjáum hérna, ég tók svona nokkur spurningar úr könnuninni til að henda þetta fram. Þannig spurðum við hversu hátt hlutfall starfsfólk á því fyrirtækis í dag eftirtalda menntun og við sjáum þetta svona töluverður munur á þessu og við sjáum náttúrulega að iðnmenntun og sérfræðiþekkingin er töluvert háan, þetta er náttúrulega veitingastæðarnir og svo önnur sérfræðiþekking til dæmis leiðsögumenn, bílstjórar og svo framvegis sem við vitum að við þurfum alltaf og þurfum meira af. Svo erum við með setti ég líka, sáðu þetta fram í að 40% ferðaþjónustu fyrirtækja telja skort á mannauði nú og mest vöntur eftir yfirmenntuðu starfsfólki. Við erum ekki búin að greina það niður á mismunandi atvinnugreinum innan ferðaþjónustu, en við getum svona alveg giskað í það að þarna séu til dæmis verið að tala í veitingageiranum, læra kokka, læra þjóna og svona þess. Og vissulega þurfum við starfsfólk sem er með enga menntun og starfsfólk sem er með háskólamenntun og allt annað melli. Hversu vel eða illa telur þú íslensk menntakerfi muni uppfylla færni þörf þíns fyrirtækis til næstu 5 ára? Það lítur staðan ekki mjög vel út. 34% telja að það eftir að ganga illa eða syns það verður að menntakerfi muni ekki uppfylla það. Hversu marga starfsmenn eftirtalda menntun telur þú að fyrirtækið muni þurfa á næstu 5 árum? Við sjáum þarna ágætis þverskurð á þessu. Svo tókum við og bættum inn svona auka spurningu í færniþörfunni þar sem við vorum svona aðeins að reyna að átta okkur á því hvernig ferðaþjónustan sjálf metur gæði á landinu. Ég fór aðeins að garfast í þessu svona í vetur eftir að við fórum með hættasetrinu á Vestfirði og fengum svolítið svona spurningar þetta. Og í rauninni er eitt í þessu og ég tel að það sé ekki gert nóg að því að meta gæði ferðaþjónustu á landinu. Ég er ekki sá starfsmaður sem get metið það og kann ekki setja upp almennilega könnu til þess að meta það, en það er eitthvað sem þarf að fara í og líklega eitthvað sem við þurfum að semja við bara rannsóknarsetur ferðaþjónustunnar að rannsóknarneyslu ferðaþjónustunnar að koma að. En við hendum upp nokkur spurningum bara svona til þess að aðlaga svona fyrir okkur til þess að sjá hvað staðan væri. Og nú er ég búinn með tíma, afsakið þetta. En 68% fyrirtækja telja ferðaþjónustu á Vesturlandi vera góða eða mjög góða. Vissulega eru menn náttúrulega þeir sem búa á Vesturlandi, þeir telja sína þjónustu vera betri en annars staðar. Við sjáum það líka alveg. En það má alltaf gera betur. Yfirgnæfandi meirihluti fyrirtækja telur að svigrúm sér til þess að auka gæði atvinnugreinar. Við spurðum líka fyrirtækin, telur þú að þitt fyrirtæki geti eflt eða auki gæði innan hús og þar voru flestir sammála. Við vorum svona ýmsar spurningar sem snéru að þessu og þetta er svona spurningi þar sem við vorum svona að reyna að fiska eftir hvað þið teljið að þurfa að gera. Vissulega með uppbyggingu innviða, það kemur alltaf fram og er í öllum rannsóknum og öllum svörum. En með aukið menntunarfræðslu sem er 82% af það, með virkum gæðaeftirliti 46%,
þetta svona hluti sem við getum ekki gert. Með uppbyggingu innviða þá þurfum við aðeins að sparka í ríkisstjórnina og reyna að sækja með sjóði og sveitarfélög og annars. En það er vissulega hægt að gera margt. En þetta var svona bara svona sneak peek á það sem við höfum verið að gera og hvað við erum að vinna að. Mælaborðið verður væntanlega komið í lofti núna þegar það fer að vora. Og við munum halda áfram með þessa könnun sem ég sagði varðandi færniþörfina og þær niðurstöður verða væntanlega birtar myndi ég segja í næsta mánuði eða þar næsta mánuði. Og takk fyrir. Já, og það er alveg greinlegt að það er mörg mikilvæg verkefni framöndan og þá held ég að sé bara mjög viðeigandi að við bjóðum hérna Margréti Wendt og Valdísi Steingrímsdóttur frá Hættinsetti ferðaþjónustunnar kom hérna og fjalla ráðgjöf og stuðning fyrir stjórnendur. Það er bara afskaplega mikilvægt fyrir okkur sem hérna saman og fylgjast með þessu. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl og blessuð. Ég heiti Valdís og starfsmaður Hættinsettis ferðaþjónustunnar og með mér hér hún Margrét, samstarfskona mín. Við ætlum að segja ykkur í stuttu máli hvað Hættinsettið gerir og hvaða þjónustu við getum boðið ykkur upp á. Já, komið sæl. Hættinsettið hefur verið til síðan 2017 og við erum fjármögnuð af menningar- og viðskiptaráðuneytinu sem þýðir að öll okkar verkfæri og öll okkar þjónustu ykkur alveg að kostnaðarlausu og öllum opin til afnota. Svona í grófum dráttum að segja að við hjá Hættinsettinu gerum þrennt. Við búum til fræðslu og stuðningsefni fyrir stjórnendur og starfsfólk í ferðaþjónustu. Við veitum ráðgjöf og stuðning til stjórnenda í ferðaþjónustu og erum líka að vinna að þróun námslínu fyrir ferðaþjónustu í samvinnu við atvinnulífið, fræðsluaðila, framhaldsskóla og háskóla. Og allt þetta gert með það markmiði að efla fræðslu og þjálfun til að auka hæfni og gæði í íslenskri ferðaþjónustu. Því að með því að leggja áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun ykkar starfsfólks að þá getið þið aukið hæfni þeirra sem gerir starfsfólkið öruggara í starfi og þannig aukast líka þjónustugæði. Það eykur ánægju bæði starfsfólks og gesta sem gefur ykkar fyrirtæki þá samkeppnisforskot, bæði í samkeppni viðskiptavini en líka í samkeppni hæft og gott starfsfólk. Og allt þetta eykur líka arðsemi fyrirtækja. Já, seint á síðasta árið þá sendum við út könnun til ferðaþjónustuaðila á Vesturlandi þar sem við spurðum helstu áskoranir þegar kæmi að þjónustu og starfsmannamálum. Margir veltu fyrir sér hvernig getum við veitt framúrskarandi þjónustu. Nú, til að veita framúrskarandi þjónustu þurfa fyrirtæki að velta fyrir sér og ákveða hvernig þjónustu viljum við veita. Stjórnendur verða að sjá til þess að starfsfólki viti til hvers ætlast af þeim. Ef við viljum vera framúrskarandi þá verðum við að gefa okkur tíma til að fara yfir alla þá þætti sem skipta máli áður en nýtt starfsfólk hefur störf. Hvetjum líka starfsfólkið okkar til samtals hvað má gera betur eða koma með lausnir vegna þess að lausnamiðað starfsfólk jú lykillinn að góðri þjónustu. Og góð nýliðaþjálfun skiptir öllu máli. Í könnun sem var gerð meðal fyrirtækja á almennum vinnumarkaði þá kom fram að þriðjungur fyrirtækja skortir skipulagt nýliðaþjálfunarferli. En þau fyrirtæki aftur á móti sem voru með skilvirkt nýliðaþjálfunarferli þau græddu margfalt á því. Það sáum við að fyrirtækin, framleiðni þeirra fyrirtækja var alltaf 70% meiri, starfsmannavelta 50% minni, helgun starfsfólks 33% meiri og svo er góð nýliðaþjálfun líka og rekstrarkostnaði fyrirtækja. Til þess að hjálpa fyrirtækjum að setja upp markvissa nýliðaþjálfun þá settum við hjá Hæfnisetrinu lofti þetta verkfæri, nýliðaþjálfun á vefnum okkar hefni.is. Þið sjáum hér skjáskot af verkfærinu. Verkfæri skiptist í tvennt. Það annars vegar stuðningsefni fyrir stjórnendur sem auðveldara í móttöku nýliða. Til dæmis með gátlista hvað þarf að gera áður en starfsmaðurinn mæti til vinnu, fyrsta daginn hans og svo framvegis. Og hins vegar erum við fræðsluefni sem nýtist til að þjálfa nýtt starfsfólk þegar það hefur störf. Efni
Efnið er almennt og ekkert of ítarlegt en tekur samt á bara mjög mörgum mikilvægum þáttum. Það skiptist í 4 flokka, þetta fræðsluefni. Það er þrif, veitingar, samskipti og gestrisni og öryggi. Svo er annað verkfæri sem auðveldar ykkur að þjálfa starfsfólki ykkar. Það er upplýsinga á fræðsluvefurinn goodtoKnow.is. Þetta er vefur fyrir nýtt starfsfólk í framlínustörfum ferðaþjónustunnar. Vefurinn er bæði á íslensku og ensku og nýtist þannig bæði íslensku og erlendu starfsfólki sem kemur til landsins. Á vefnum að finna ýmsar upplýsingar áfangastaðinn Ísland. Það er flokkarnir eru náttúra, þjóð, ferðaþjónusta, áfangastaðir og aðdráttarafl, samgöngur, veður og dagsbirta, öryggi og gagnlegir tenglar. Því auðvitað eru þessar upplýsingar á þessum vef ekki tæmandi, þannig að við bendum líka á hvar er hægt að finna upplýsingar ef að það er ekki að finna þarna, bara þannig að starfsfólk fái að vita ekki á hvert geti leitað. Og það voru ýmsir aðeins sem koma að því að vinna efnið inn á vefnum og það var meðal annars Ferðamálastofa, Markaðsstofu landshlutana, Safe Travel, ASÍ upplýsingamiðstöðvar og svo auðvitað líka stjórnendur og starfsfólk í ferðaþjónustu. Nú í könnuninni þá kom líka fram að stjórnendur áttu erfitt með að finna tíma fyrir þjálfun og fræðslu. Það er alltaf farsælla að gefa sér nokkra klukkustundir í þjálfun áður en starfsfólk hefur störf eða ráða jafnvel bara viðkomandi inn deginum áður. Því að ef við gefum okkur ekki tíma til að þjálfa í byrjun þá getur það tekið miklu fleiri klukkustundir á næstu vikum að slökkva elda. Ég ætla að segja ykkur aðeins stutta sögu sem að ungur maður sagði mér en hann réði sig til starfa í móttöku á hóteli og hann fékk vinnuna svona aðalega vegna þess að hann talaði mörg tungumál. Nú á fyrsta deginum var honum kennt á tækin og tólin, á kerfið, hvernig átt að innrita, hvernig átt að tékka út og þar fram til götunum, gefa út reikninga og svoleiðis. Og þá var hann bara talinn full fær í að sinna sínu starfi. Svo tók náttúrulega bara vinnan við og auðvitað var margt annað sem skipti máli eins og til dæmis bara ýmsar þarfir og spurningar gesta. Gestirnir spurðu nærumhverfið, þeir spurðu ferðina, veður, Ísland og bara ýmislegt. Honum fannst hann allt of oft standa á gati. Hann vissi heldur ekki hvar hann gat aflað sér upplýsinga. Eftir nokkuð tíma sagði hann mér að hann fór að kvíða fyrir því að mæti vinnuna og hann fekk alltaf hnút í magann þegar gestirnir nálguðust móttökuna vegna þess að hann kveið svo fyrir því að geta ekki svarað spurningum gesta. Eftir smá tíma þá gafst hann eiginlega bara upp og hætti. Hann sagði upp og hætti. Og sem er náttúrulega bara alls ekki gott af því að eins og þið vitið þá er bara dýrt að ráða starfsfólk. Þá er kannski bara spurningin, hvernig getum við þjálfað starfsfólkið okkar á sem styðstum tíma? Og hún Margrét, hún ætlar að sýna okkur dæmi nýliðaþjálfun sem ekki þarf að taka meira heldur en kannski 2-3 klukkustundir. Já, með verkfærum okkar þá er hægt að byggja grunn að þjálfunarplani og aðlaga það hverju fyrirtæki og bara hverju starfi líka. Hér sjáum við til dæmis dæmi nýliðaþjálfun fyrir starfsfólki í þjónustu og veitingum og þar á vinstri hliðinni sjáum við efni sem er tekið úr verkfærin okkar nýliðaþjálfun og þar er farið yfir ýmsa þætti, til dæmis hvernig er þjónað til borðs og það er útskýrt í 9 skrefum, hvað ber að hafa í huga samskiptum við gesti, hvernig tekur maður á móti kvörtunum og svo framvegis. Og svo á hægri hliðinni þá er hægt að byggja undir þetta plan með ýmsum öðrum þáttum, til dæmis með því að nýta Tipsy-myndbönd. Tipsy.com, það er vefur þar sem er hægt að finna fjölmörg ókeypis fræðslumyndbönd fyrir starfsfólki í ferðaþjónustu og það eina sem þarf að gera er bara að búa sér til aðgang og þá fær maður aðgang og bara fullt af námskeiðum og myndböndum. Til dæmis fyrir starfsfólk á sviði þjónustu og veitinga þá er hægt að nýta námskeið eins og grunnatriði upplifun gesta, vín 101 fyrir þjóna eða myndböndum líkamstjáningu og margt fleira. Og hvert námskeið samanstendur af nokkrum stuttum myndböndum sem er yfirleitt ekki lengur en 5 mínútur og þessi myndbönd geta þá nýst mjög vel í nýliðaþjálfun.
Síðan erum við hjá Hæfnisetrinu með ýmis önnur verkfæri sem hægt að nýta líka, eins og til dæmis fagráðalista fyrir þjónustu í sal og goodtoknow.is sem ég var að segja ykkur frá bara núna áðan. Og svo getum við líka aðstoða ykkur við að finna námskeið. Það eru auðvitað fjölmörg námskeið bóði allt land og á vefnum okkar þá höfum við tekið saman lista yfir námskeið sem tengjast ferðaþjónustu. Og svo þarf alltaf einhver verkleg þjálfun að eiga sér stað á vinnustaðnum. En bara þessi grunnatriði sem við setjum saman hér eins og Valdís nefndi í upphafi, það þarf ekki að taka meira en 2,5 tíma en gefur sem starfsmanninu mjög bara góða byrjun í starfið. Já, svo er það alltaf spurningin, hvernig fjármögnum við fræðsluna? Allt efni og öll ráðgjöf frá Hæfnisetrinu er ykkur á kostnaðarlausu. En námskeið sem að þið þurfið að greiða fyrir, til dæmis skyndihjálparnámskeið eða þjónustunámskeið og svo framvegis, þá er hægt að sækja styrki til starfsmenntasjóðanna og það er hægt að fá alltaf 90% endurgreiðslu og alltaf 3 milljónir á ári. Auðvitað er þetta háð reglum og þið getið kynnt ykkur þær reglur á optin.is en við ætlum núna að sýna ykkur stutt myndband frá optinni. Rétt fræðsla og þjálfun er lykillinn að velgengni fyrirtækisins og bættum hag starfsmanna þess. Nú getur þú sótt styrk til fræðslu starfsmanna fyrirtækisins á einum stað. Þú skilar inn einni rafrænni umsókn og sækir þannig styrk úr mörgum fræðslusjóðum atvinnulífsins á sama tíma. Þú getur sótt styrk til fræðslu fram í tíman eða alltaf 12 mánuði aftur í tíman. Flóknara er það ekki. Áttin er eina síðan sem þú þarft að heimsækja. Áttin, vegvísir að færni. Já, í umræddri könnun þá kom líka fram að það væri áskorun fyrir stjórnendur að finna og ráða gott starfsfólk. Starfsfólkið, það getur náttúrulega verið af mörgum þjóðernum á sama vinnustaðnum og þar að leiðandi með mismunandi bakgrunn, ólíka menningu og ólík tungumál í farteskinu. Þess vegna skiptir undirbúningur fyrir ráðningu miklu máli. Það að vanda sig í byrjun getur spara bæði tíma og peninga og komið í veg fyrir ýmis vandamál. Og til þess að auðvelda ykkur ráðningarferlið að þá höfum við í samstarfi við Fjölmenningarsetur ASÍ og SAF útbúið leiðbeiningar sem leiða stjórnendur og starfsfólk í gegnum ráðningarferlið og útskýra hvað hver aðili þarf að gera, hvað starfsmaðurinn þarf að gera og hvað atvinnurekandinn þarf að gera. Og leiðbeiningarnir eru tvískiptar eftir hvort er að ræða ráðningu innan eða utan EES og þær eru líka aðgengilegar nokkrum tungumálum. Eins og ég nefndi í upphafi þá bjóðum við líka upp á ráðgjöf fyrir stjórnendur. Við förum reglulega í heimsóknir til ferðaþjónustufyrirtækja því við viljum vera í góðum tengslum við greinina. Við vinnum á forsendum ferðaþjónustunnar og við getum ekki sinnt í hlutverkinu að heyra í ykkur. Og þegar við heimsækjum fyrirtæki þá kynnum við þau fyrir þeim verkfærum sem við bjóðum upp á. En viljum líka heyra hvað áskoranir það eru sem fyrirtækin eru að glíma við í tengslum við fræðslu og þjálfun starfsfólks. Því við getum boðið aðstoð. Ef þitt fyrirtæki vill ná betri árangri á sviði fræðslu og þjálfun starfsfólks, þá viljum við endilega heimsækja ykkur og læra ykkar áskoranir. Vantar ykkur til dæmis aðstoð að setja upp skilvirkt ráðningarferli, markvissa nýliðaþjálfun eða vantar stjórnendaþjálfun. Og hvað markmiði myndið þið vilja ná? Við erum með ýmsa árangursmælikvarða sem hægt að velja úr. Til dæmis myndi fyrirtæki þitt vilja ná hærra skora á booking eða auka starfsánægju. Því við hjá Hæfnisetrinu finnum síðan ráðgjafa sem hentar þínu fyrirtæki og ráðgjafinn vinnur með stjórnendunum að því að greina fræðsluþarfir. Hvaða hæfniþættir starfsfólks þarf að auka til að markmiði nást? Hvaða starfsfólk þarf að fá aukna þjálfun? Er það allt starfsfólk, er það bara ákveðinn hópur, er það stjórnendur, eða nýliðar? Og út frá þessari greiningu er síðan unnin fræðsluáætlun og hún er sett í framkvæmd og þegar fræðslan hefur farið fram að þá er hægt að sjá hvort árangurinn hafi nást með hliðsjón þessa árangursmælikvarða.
Nú þegar hefur Hæfnisetrið heimsótt yfir 300 fyrirtæki land allt og við höfum verið í samstarfi við hátt í 100 fyrirtæki og höfum aðstoðað þau við fræðslu og þjálfun í samstarfi við ýmsa fræðsluaðila. Við leggjum áherslu á að mæla árangur vegna þess að fyrirtæki vilja náttúrulega bara sjálfsögðu sjá það svart og hvítu hvort peningar og sá tími sem settur í þjálfun skilar árangri. Ég ætla að nefna dæmi hérna frá fyrirtækjum sem við höfum verið í samstarfi við. Við sem sagt mældum alltaf áður en við byrjuðum fræðsluna og síðan mældum við aftur nokkru vikum eftir að fræðslu áætluninni lauk. Í einu fyrirtæki þá jókst starfsánægja úr 3,3 í 4,4 á skalanum 5. Hjá öðru þá fór hrós frá gestum, það jókst 33% og kvörtunum fækkaði 29%. Þegar við spurðum starfsfólk, myndir þú mæla með vinnustaðnum þínum, þá fór einkunnin úr 3,5 í 4,4 og á einu hóteli sem við vorum í samstarfi við, þá fór skora booking úr 7,9 í 8,3 á innan við 6 mánuðum. Þannig að það að hafa gott og vel þjálfað starfsfólk, það skila nefnilega alltaf peningum í kassan. Að lokum þá langar okkur aðeins að segja ykkur frá starfsnámi í ferðaþjónustu á framhaldsskólastigi sem verið að koma á laggirnar og sem að talar inn í erindans Ágúst að það megi gera betur á þessu sviði, menntun í ferðaþjónustu og það hann Haukur Harðarsson sem ætlar aðeins að segja okkur frá því. Góðan dag, ég heiti Haukur Harðarsson, verkefnastjóri Hæfnisetur ferðaþjónustunnar og ég ætla að fjalla stuttlega starfsnám í ferðaþjónustu á framhaldsskólastigi. En árið 2020 kemur skýrslan Hæfni grunnunargæðin sem greining og þörfum ferðaþjónustunnar fyrir nám. Hvernig þá að vera uppbyggt og hvernig að vera áherslur í námi. Árið 2023 búið að skrifa kjarna fyrir nám í ferðaþjónustu á þrepin 2 og 3. Það búið að búa til sérhæfingar við þessa kjarna og það byrjað að vinna undirbúa raunfærnimat fyrir styttingar af námi fyrir þau sem hafa reynslu á þessum sviðum. Nú framhaldsskólar og framhaldsfræðsluaðilar, símenntunarmiðstöðvarnar ásamt háskólasamfélaginu að leggja lokahönd á að skrifa námskrár og þær fara síðan í vottun hjá Menntamálastofnun og fræðsluaðilar að stimpla sig í framkvæmd námsins. Varðandi markhóp fyrir námi þá áherslurnar þar að ná til þeirra sem starfandi í ferðaþjónustu í dag og að námi verði aðgengilegt fyrir fólk með erlenda bakgrunn. Varðandi framkvæmdina þá áherslur það samvinna milli fræðsluaðila framkvæmd, að námi verði byggt upp í fjarnámi og með staðlótum, það verði stígandi námi og samspil milli skólakerfa, það verði tengingar við vinnustaði og raunfærnimat verði notað til þess að stytta nám þegar fólk hefur reynslu. Á fundi stýrihóps núna í janúar, stýrihóps Hæfniseturs ferðaþjónustunnar mætti Lilja Andrésdóttir ferðamálaráðherra og hún telur að það sé ekki til fyrirstöðu að koma námi í ferðaþjónustu á laggirnar og þetta sé fyrst og fremst spurningum að taka ákvörðun. Framundan samtal milli ferðamálaráðuneytis, mennta- og barnamálaráðuneytis, Hæfnisetursins og SAR ásamt fleiri aðilar sem vilja koma að framkvæmd, hvernig þetta verði gert. Frekari kynning á stöðu þessa verkefnis verður á menntamótni í apríl. Menntamótnar haldnir á vegum Hæfnisetursins og SAR. Þeir stafrænir, opnir öllum og frekar stuttir og hnitmiðaðir. Við vonumst til að sjá ykkur sem flest á næsta menntamótni, fá frekari upplýsingar stöðu þessa verkefnis og það líka ljóst að til þess að svona nám verða veruleika þarf að koma til öflugur stuðningur fyrirtækja. Takk í bili og sjáumst. Takk fyrir Hauk, endilega. Við þakkum kærlega fyrir áheyrnina en viljum minna á heimasíðun okkar, hæfni.is.
Viljum líka minna á Facebook síðuna, þá getið þið fylgst með því sem við erum að gera og líka þegar að koma inn ný verkfæri frá okkur. Þið með endilega líka skrá ykkur á kúrslistan og svo náttúrulega bara aðeins að lokum, þá endilega verið í sambandi við okkur og við þiggjum allar ábendingar og hugmyndir að til dæmis nýjum verkfærum. Við eigum jú að vinna á forsendum ferðaþjónustunnar og það gerum við með því að vera í góðu sambandi við ykkur. Takk. Já, við þökkum kærlega fyrir þetta mjög fróðlega erindi og það er einmitt þetta sko að vera, við vitum það hvað gott starfsfólk og vel þjálfað starfsfólk er mikilvægt fyrir bara alla starfsemi, sérstaklega ferðaþjónustuna. Það er alltaf verið að tala þetta sko jákvæðu upplifanir og ég held að það sé þannig þegar starfsfólkið er glatt og ánægt í vinnunni að þá smitast yfir til gestana og það ekki svona dálítið það sem við erum að kalla eftir. En ég vil líka tala það að Hæfnisetur ferðaþjónustunnar með bæklingi hérna á borðinu, mjög flotta bæklingar sem er hægt að skoða. En já, við höldum áfram með dagskrárina og mér langar að mikil ánægja að kynna hana Gyðu Kristjánsdóttir, mannauðsráðgjafa stóðsviða Ísafía. En Gyða ætlar að gefa ykkur innsýn í skipulag og mannauðsmál hjá Ísafía sem er eitt stærsta ferðaþjónustufyrirtæki landsins með áherslu á umfang, áherslur, þjálfun og menningu með það markmið að hámarka hæfni og vellíðan starfsfólks. Það er svona gott í framhaldi. Þannig að Gyða, gjörðu svo vel. Komið sæl og takk fyrir að taka á móti mér í dag. Mér langaði nú bara að byrja á að taka undir hvert einasta sem að Margrét og Valdís kom inn á áðan varðandi mikilvægi fræðslu og þjálfunar fyrir starfsfólk og mér fannst ég bara súmera þetta vel saman þegar ég segði að þetta skila alltaf peningum í kassan. Það er þannig og mér langar bara að taka undir það. Og ég vona að þessi flesti sé að nýta þessi verkfæri sem ég var svona sjálfur að kynnast, flottu bæklingurinn. En já, ég heiti Gyða og ætla að fá að segja ykkur aðeins frá því sem við erum að gera hjá Ísafía, svona kannski fáið einhverja hugmyndir eða einhvern innblástur. Ég er sjálf fædd og uppalin á Vesturlandi, þannig að það er svona mín líka tenging við ykkur í dag. Mín fyrstu skrif á vinnumarkaði voru í tengslu við ferðaþjónustu, fyrstu árin á vinnumarkaði alveg allnokkuð mörg ár. Ég tók BA í tómstunda og félagsmálafræði og flutti til Reykjavíkur í háskóla og færði mig þá aðeins yfir í annan geira, sinnti félagsmálum fyrir Reykjavíkurborg í nokkur ár. Og svo tók ég annan snúning, tók meistaragráðu í stjórnun og stefnumótun og með áherslu á mannauðsmál og fór þá og starfaði fyrir ráðgjafafyrirtæki Hagvang í nokkur ár þar sem að ég sinnti mannauðsráðgjaf fyrir bæði fyrirtæki og stofnanir, fékk að kynnast fullt af stofnunum og fyrirtækjum allt land og núna starfa ég sem mannauðsráðgjaf, ég ætla að fara aðeins betur yfir bara skipuritið hjá okkur hjá Ísafía. En ég er mannauðsráðgjafi fyrir stóðsveginn sem vinna þvert á alla þjónustu og rekstur og viðskiptaþróun hjá Ísafía. Þetta er kannski pínu háfleygt, við tengjum heiminn í gegnum Ísland en það er samt markmiðið okkar og við ætlum bara að leyfa okkur að vera smá háfleygt þar. Hlutverkið okkar er líka mjög háfleygt en það er að auka lífsgæði og velsæld á Íslandi með því að leiða þetta flugvallarsamfélag á Keflavíkurflugvelli. Þar sem við leggjum mikla áherslu á samvinnu og samskipti og nýsköpun, bara í því sem við erum að gera. Þannig að allt sem við gerum og stefnum er að ná árangri með þeim viðskiptafélögum sem við störfum náum með á Keflavíkurflugvelli, sem eru þetta allt nátengt ferðaþjónustunni. Og þegar ég segja að þetta tenging við efni dagsins er að Keflavíkurflugvöllur eru þetta einn mikilvægasti einstaki innviður ferðaþjónustu á Íslandi. Þannig að við reynum að fá góða upplifun fyrir fólki sem kemur til landsins. Þetta er fyrsta stoppistöðin með öllum viðskiptafélögunum. Mér langar að byrja á að sýna ykkur bara smá myndband sem sýnir kannski svolítið
þau störf sem við erum að sinna hjá Ísafja, ég held að það er ekkert allir sem gerir sér grein fyrir hversu fjölbreytt störfin eru. Við erum með stóra framlínu, við erum með mikið sérfræðimenntuðu fólki. Það er rosalega uppbygging framundan hjá Ísafja, stærstu mannvirkja framkvæmdir Íslandssögunnar, stærri en Kárahnjúkavirkjun. Þetta er svona hluti sem ég vissi ekki áður en ég byrjaði hjá Ísafja. En ég ætla bara að spila myndbandið aðeins. Það er bara... Er það bylstöngin? Er það bylstöngin? Sem við mest verið að nota bara innan hús hjá okkur til þess að svona, já, fyrir okkar starfsfólk, en mér langaði að sýna ykkur þetta bara svona til þess að sýna öll störfin sem öllum störfunum sem sinnt í rauninni gegnum Ísafja. Stefna Ísafja, hún inn á heimasíðun okkar og mér langaði bara svona varpan upp, þið sjáum við þá inn í miðjunni, tengjum heiminn gegnum Ísland, það er markmið okkar sem allt snýst og svo utan stefnuhringinn. Það er svona hlutverki okkar að leiða þetta flugvallasamfélag sem eykur lífsgæði og velsæld á Íslandi. Svo þarna stefnuþættirnir inn í hringnum að við erum þetta flugvallasamfélag, við leggjum mikið upp úr því að kalla okkur flugvallasamfélag því að þarna rosalega mikið af rekstraraðilum og viðskiptavinum og annað sem þarf bara, við þurfum öll að vinna saman svo þetta gangi upp og viðskiptavinur okkar áherslan auðvitað þar. Við ætlum að vinna saman á þessari fyrstu upplifun. Það ótrúlega fyndið að tala það svona stuttu eftir þetta hræðilega atvik í desember en við tölum ekkert það hvernig þegar allir festist inn á flugvöllum í óveðrinu þannig það er partur af því að vera á Íslandi og allt það. Við setjum mikla áherslu og það eitt að stefnum Ísafja snjalla lausnir. Við erum með starfsfólk sem vinnur bara 24/7 að því að skilvirkni væða Ísafja bæði innanhús og gagnvart upplifun farþega sem fari gegnum flugvöllin og efnahagurinn kemur það líka inn á. Við setjum mikinn fókus á að hafa skilvirka lausnir og efla þannig þekking og hæfni hjá starfsfólki. Það undir stefnuþætti Ísafja, að við minnkum sóun vegna mistaka eða ómarkvissra vinnubragða með því að auka þessa hæfni og fræðslu starfsfólks. Og svo þetta uppáhaldsstefnuþátturinn minn, það er mannauðurinn og þar til dæmis undir að við bjóðum með þjálfun og fræðslu fyrir allt starfsfólk og stjórnendur til þess að sinna sínu starfi
bara bæði að fagmennsku og öryggi, eigin öryggi. Svona sem sagt setupið, ef það sletta. Isavia fjölskylda af fyrirtækjum sem starfa í þessum flugtengdu greinum á Íslandi. Isavia OHF móðurfélagið sem annast þá rekstur á dótturfélögunum og eru með það hlutverk að byggja upp Keflavíkurflugvöll til framtíðar. Ég held að sé plan næstu 20 árin hvað það varðar. Og dótturfélögin eru Isavia ANS, það flugleiðsagan, og það eru 2 dótturfyrirtæki líka sem sjá að þróa búnað í tengslu við flugleiðsöguna. Svo eru Isavia innanlandsflugvellir, það er Vestmannaeyjar, Ísafjörður, Akureyri, Egilsstaðir og fleiri og Fríhöfnin. Þannig að þetta er svona umfangið. Skipuritið, aðeins eitthvað mix af því en kjarnasviðin okkar eru viðskipti og þróun og þjónustu og rekstur. Og þið sjáum hérna stóðsviðin, það er fjármál og mannauður, stafræn þróun og upplýsingatækni og skrifstofa forstjóra. Og ég er mannauðsráðgjafi fyrir stóðsviðin sem fara þá þvert á hins sviði. Smá tölfræði bara okkur. Við hjá okkur starfa, þetta er tekið út fyrir 2 vikum, það er örugglega búið að bætast við að þetta út en með dótturfélögum þá er þetta 1350 starfsmenn cirka. Þið sjáum hérna meðalaldur kynjahlutföllin hérna neðst til hægri. Við erum aðeins fleiri karla en konur. Það er áskorun hjá okkur sumum störfum að auka konur í ákveðnum greinum og það er verkefni sem er í gangi núna þessa dagana og næstu vikur og ár að svona vinna í því að rétta það. Flest starfsfólk er á Keflavíkurflugvelli þar sem hjarta okkar er. Næst flestir Reykjavík, það er Hafnarfjörður, það er starfsstöðin okkar, skrifstofuhúsnæði okkar á höfuðborgarsvæðinu. Við þurfum mikið að sækja sérfræðiþekkinguna á höfuðborgarsvæðinu og svo sjáum við hérna neðst í hægra horninu svona margs konar ráðningarsamband sem við sinnum. En í sumar, þið sjáum við þarna er 1 sumarvinna, ég veit ekki okkur það er 1 sumarvinna inni yfir höfuð, en við ráðum næst í 400 starfsmenn yfir sumartíman. Svo cirka 350-400 sumarstarfsmenn og þau þurfa öll að fara í gegnum mikið þjálfunarferli bara til þess að mega koma inn á flugvöllinn. Við erum alltaf háð rosalegum öryggiskröfum og annað, þannig að það er, ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá því. Hérna er bara svona yfirlit yfir, eins og myndbandið svolítið sýndi. Við erum með mikla framlínu í þjónustustörfum, flugvallarstarfsmaður, þjónustuliðin, flugverndin, öryggisleitin, gátstöðin, svo erum við mikla sérfræðiþekkingu, það er flugumferðarstjórnin, fluggagna-sérfræðingar, svo allir verkfræðingarnir okkar sem eru í uppbyggingunni á flugvellinum, innviðinir. Þetta er svona frekar mikil breidd sem við erum að sinna og það þarf að halda þétt utan fræðslu, mjög mismunandi fræðslu og þjálfun fyrir allt starfsfólkið. Það sem við elskum tölfræði og ég sá hérna á gaman að sjá hérna upp á við dagstölfræðina fyrir Vesturlandi og gistinætur. Hérna eru ekki búin að sjá þetta, þá er þetta smá yfirlit yfir farþegaþróunina bara frá 2011. Sjáum við hérna nær hámarki 2018. Það kom fall WOW-er, þetta aðeins niður 2019. Svo kom COVID, þá fyrir við hérna niður 2020. En svo sjáum við hérna tölurinn hana 2022, þetta er reyndar rauntölur, þetta var ekki spá. Við fórum yfir 6 milljónir farþega og svo bætti ég einu striki hérna efst, það er spáin fyrir 2023 og hún er hærri heldur en 2019, komu farþegar til og frá Íslandi. Við sjáum hérna farþegarspá 2023. Það er 24 flugfélög sem munu fljúga með 7,8 cirka milljónir farþega til og frá landsins. Þannig að það 2023 verður 3. stærsta ári á Keflavíkurflugvelli frá upphafi. Þetta veit ég kannski verandi í ferðaþjónustu. En þetta er svona, og ef við skoðum bara COVID-tíman eftir mánuðum, farþegafjöldan per mánuð, hérna 2019, sjáum við sumartíman hana júlí og ágúst, fer yfir 800.000 farþega og við erum komin á sama stað þar núna í júlí og ágúst á síðasta ári og það stefnir í að verði meira núna í sumar. Bara svona út frá mannauðnum það sem okkur tókst vel til með kannski aðra flugvelli í Evrópu var að við þurftum ekki
í COVID að fara inn einar uppsagnir á sérfræði störfunum, við héldum í innviðina, þannig að þegar að því koma allt opna aftur, þá gætum við bara ráðið inn alveg á milljón, þannig að við getum sinnt störfunum sem þurfti að sinna á Keflavíkurflugvelli aftur. Þannig að við erum ánægð með þetta recovery eftir COVID. Starfsmannafjöldin, þið sjáum það þarna frá janúar 2019, sjáum það hoppar alltaf upp yfir sumarið, að bætast við þessu 350 ráðningar. Svo fór þetta niður í COVID, en við erum sígum aftur upp á við og erum fleiri en nokkru sinni fyrr. Við sjáum líka hérna frá 2021 stöðugildin og erum núna að sigla aftur upp inn í sumarvertíðina. Við erum búin að ráða fyrir sumarið, þannig að það er allt í blúsandi gír. Mitt svona, eins og ég segi ykkur, ég er þetta manneskja, ég er að fylgjast með tímanum. Mannauðurinn, þetta kannski er þetta gömul tugga fyrir ykkur, en þetta verður ekki þreytt að minnast á þetta. Ánægt starfsfólk, það tryggir góðan árangur og ég tók saman nokkra punkta bara eitthvað sem við leggjum upp úr bara í mannauðsstarfi. Við erum þetta heppin að Isavia er með mannauð sem eitt af stefnufaktornum sínum í bara heildarstefnunni varðandi rekstur. Þannig að það er styðjandi stefna við mannauð, það er mikið lagt upp úr mannauðinum hjá Isavia. Nokkur atriði, við erum með velferðarþjónustu fyrir allt starfsfólk, það getur leitað til sálfræðings, læknis, streituráðgjafa, beint í gegnum heilsuvernd. Við erum með greiðum líkamsrækt fyrir starfsfólk okkar, allt starfsfólk okkar fær símtæki til afnota og önnur svona fríðindi sem að skila sér í starfsánægju. Þetta er mismunandi hvað fólk geta gert, en við eins og með sveigjanleika í starfi. Þetta er auðvitað snúið fyrirtæki þar sem að meira en helmingurinn er í framlínu og það er kannski ekkert mikið í boði að vera með rosalega sveigjanleika, ef þú getur ekkert unnið að heiman. Við vorum að byrja með óskavaktakerfi, það er svona það sem að starfsmenn geta óskað eftir sínum vöktum og það er svona sem við erum að reyna að koma til móts við varðandi sveigjanleika í starfi. Þannig að stefna sem styðjandi við það að fólk geti sinnt bæði í sínu fjölskyldulífi og starfi. Svona er fjármál og mannauður sett upp hjá okkur. Það eru þetta skiptist í rauninni fjármálahlutann og mannauðshlutann og bara svona til þess að þið átti ykkur á því þá er mannauðshlutinn, það er mannauður, það er Brynjar Már er mannauðsstjóri, það er deildin sem að ég tilheyri. Við erum 10 þar með honum og svo erum við með Isavia skólann, það er fræðsluteymið okkar. Þar erum við fræðslustjóra, Gerður Pétursdóttir, og svo erum við með sér kjaradeild sem sér launa og kjaramál og þar eru 5 stöðugildi. Mötuneyti heyrir beint undir okkur á mannauði. Þannig að svona mannauður sett upp, við erum 4 mannauðsráðgjafar fyrir sitthvor sviðin sem við sinnum og berum ábyrgð á og svo erum við mannauðsfulltrúa, verkefnastjóra og þjónustufulltrúa sem vinna þvert á allt mannauðsteymið. Ég ætla nú ekkert svona að fara eitthvað í kjölinn mannauðsstefnu Isavia. Hún er á netinu okkar og þið getið skoðað hana ef þið hafið áhuga á, en mér langaði samt að koma inn á bara svona nokkur atriði sem tengjast viðfangsefni dagsins í dag hjá ykkur. En svona aðalmálið í mannauðsstefnun okkar er þessi síðasta setning. Þetta er svona leiðarvísirinn okkar í mannauðsmálum og í rauninni í okkar störfum. Og það er að skapa gott starfsumhverfi þar sem að starfsfólki er hvatt til þess að viðhalda gleðinni, við leggjum mikið upp á því. Vera hugrækt, láta í sér heyra ef að þau hafa hugmyndir eitthvað sem megi betur fara. Að gera það á uppbyggilegan hátt og taka leið ábyrgð á eigin frammistöðu. Þannig að við leggjum þetta, neðsta setningin er út allt hjá okkur, að við þurfum til þess að ná árangri, þá þurfum við að starfa saman sem einn heild. Og nokkri þættir, ég hendi svo bara upp út úr mannauðsstefnun okkar. Mér langar kannski aðeins að staldra við þetta að þið komu inn á hérna áðan með móttöku starfsfólks. Þetta er auðvitað grunnurinn að því, bara þú setur smá tíma í móttöku, ekkert smá, þú setur bara púðu í móttöku starfsfólk. Við leggjum gríðarlega mikið upp úr þessu. Það fara allir í gegnum nýlega fræðslu, hún er stafræn hjá okkur. Þannig að allir fara í gegnum sömu fræðslu sem byrja á Isavia hvaða störfum sem þeir sinna. Allir fá sinn ferðafélaga leið að byrja hjá Isavia. Ferðafélagi merkir að það er annar starfsmaður sem ber ábyrgð á að taka manneskjuna svolítið inn í menninguna, sína hver er matur og hvar er þetta að finna hluti en þú hafur alltaf eina manneskju til þess að leita til þegar þú byrjar. Við vitum að bara fyrstu daginn jafnvel fyrstu klukkustundinar skila
skila árangri bara inn í starfsánægju, þannig að þetta skiptir vel að miklu máli. Og eins með bara öfluga stjórnun, þar komum við mikið inn á eins og þeir komum líka inn á stjórnendaþjálfunina. Hún skiptir rosalega miklu máli því að stjórnendin þurfa að vera upplýstir það sem skiptir máli til þess að geta miðlaði áfram til starfsfólksins. Þannig að við erum með stjórnendaþjálfun, leiðtogaþjálfun, en hver og einn stjórnandi er líka með svona coach, þjálfa sem að getur leitað til varðandi samskipti og annað. Við erum með mánaðarlegt check-in, stjórnendur taka check-in á sínu starfsfólki. Svo notum við önnur tæki eins og Moodle, púlskannanir, fylgjumst með starfsánægju og erum með stjórnendamatal líka, þar sem við setjum kröfur á ákveðna hæfni og svona framkomu. Þannig að, já, varðandi starfsumhverfið, ég kom nú svolítið inn á þetta áðan, við leggjum áherslu á aðbúnaðar og svona sé upp á sitt besta fyrir starfsfólki og þetta með sveigjanleikann. Mér langaði að segja að með fyrirtækjamenninguna, það er risastórt verkefni sem við erum í gangi með og ég ætla að segja ykkur bara aðeins betur frá því og eftir. Því að menningin innan fyrirtækisins er það sem að smitast út í störfin og ánægju. Þannig að ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá því hvað við erum að gera þar og eftir. Því að fyrir mér þá er það risastórt fræðslu og þjálfunarmál. Bara hvernig við komum menningun okkar á bæði réttan stað og hvernig við svona smittum hana út í allt starfsfólkið. Og samskipti og liðsheild, þetta er auðvitað það sem að allt snýst að hafa góð samskipti og góða liðsheild til staðar til þess að sinna störfunum og sérstaklega í þjónustu. Ef þetta er ekki í lagi þá er ólíklegt að þjónusta sé góð. Sérstakt áhugamál hjá mér komandi frá Hagvangi í nokkur ár sem að einblínir mikið á ráðningar. Ráðningar, við vöndum ráðningarferli okkar mikið. Þannig að fyrir mér þá byrja ráðningarferli ekki leið og starfsmaður byrjar að skrifa undir samning, heldur miklu fyrr. Við þurfum að huga í hvers konar hæfni við þurfum í ákveðið starf og hvernig við ætlum að sækja hana, hvaða leiðir ætlum við að fara, hvernig ætlum við að meta hæfnina og hvernig ætlum við að koma ráðningunni á góðan stað. Og þetta er alveg sama, þetta er líka, það skiptir engu máli hvað starf ég er að tala hjá Isavia. Þetta skiptir alveg miklu máli alls staðar, þannig að mjög flott að sjá að það sé líka hægt að fá leiðbeiningar bara ráðningarferil, því að hann skiptir máli. Þekking, fræðsla og starfsþróun sem er kannski svona sérstaklega viðfangsefni dagsins í dag. Við tryggjum að starfsfólk fái markvissa þjálfun svo það geti tekist á við störf sína, við öryggi og ánægju. Við gætum í rauninni, þetta er krafa frá miklar öryggiskröfur, en þetta er líka stefna félagsins. Þannig að við sköpum svona lærdómsmenningu þar sem það er í rauninni starfsskyldum hvers og eins að koma nýju starfsfólki inn í störfin, en við þurfum sem mannöður líka að hvetja til þess að það sé menningin. Það er ekki þannig að þú ert búin að læra þitt starf og þá þarf þú ekki að skipta neitt að nýja fólkinu, heldur er það í menningun okkar að við tökum öll þátt í því að búa til þessa þekkingu innan hjá okkur. En öllu starfsfólki stendur til boða líka styrki til náms eða þjálfunar utan fyrirtækisins ef við erum ekki með það í okkar fræðsluskóla. Og fræðsluskólinn, Isavia skólinn, hann er settur svona upp, ég ætla ekki að fara í gegnum þetta nema bara eins og ég sagði ykkur að Gerður er fræðslustjóri, svo erum við með námsbrautarstjóra fyrir flugverndina, flugstöðvarnar, flugvöllina og verkefnastjóra og leiðbeinendur í fullu starfi. Þetta er bara ongoing fræðsla sem við þurfum að sinna innanhús hjá okkur allt árið. Og eins og ég sagði, þetta er þekkingarmiðstöð félagsins og hlutverki er að tryggja og viðhalda þekking og hæfni starfsmanna. Hérna er dæmi bara verkefni skólans og ritun og utanumhald þjálfun áætlana, skipulag og skráning í þjálfunarfræðslu, hönnun stafrænna námskeiða og svo kennsla, hún er bæði verkleg og bókleg og hæfnimatið til staðar líka. Umfangið er svolítið stórt, starfsstöðvar eru utan land allt og við erum að ráða 100+ starfsmenn á ári, 400 cirka í sumarstörfin. Þannig við verðum svolítið að hafa þetta, eða við bara verðum að hafa þetta stafrænt. Við verðum að geta búið upp á að fólk geti sinnt þessari fræðslu hvar sem er og í rauninni hvenær sem er.
En fyrir utan okkar starfsmenn þá erum við líka með ytri aðila. Við erum 5.000 notendur sem við fáum inn árlega sem þurfa aðgangspassa inn á Haftasvæðin. Allir sem koma með vörur, allir sem þurfa að koma, eiga erindi á flugvöllinn þurfa að fara í gegnum ákveðin námskeið hjá okkur sem snúa þá öryggi og öðru. Þetta er dæmi stafræn námskeið sem við erum með, bara svo þið átti ykkur á því hvers konar námskeið eru. Þetta er nýlega kynningin persónuverndarlög, hjartastuðtæki, þjónustunámskeið, grunnatriði þjónustu, mansal, hver er einkenni mansals á flugvöllum, vinnuverndarnámskeið, upplýsingaöryggi og umhverfismál, þar sem það er eitt af stefnunni okkar, sjálfbærnimálin eru mjög ofarlega. Svona lítur þetta út í námsumsjónarkerfinu okkar. Þetta er semst bara dæmi námskeið sem við erum að sinna og þá getum við vel fylgst með bara hvað starfsmenn eru búin að klára hvaða fræðslu og svona haldið vel utan alla starfsmennina og svona mismunandi hvað þurfa að sinna. Samkvæmt fræðslustjórunum þá hefur það sýnt sig að blanda nám er besta leiðin, bóklegt nám, stafrænt nám, verkleg þjálfun, starfsþjálfun, þannig að þetta þarf svona svolítið að blandast saman en auðvitað bara mismunandi eftir hvaða störfum við erum að horfa til. Kannski svona rétt í lokin, ég veit ekki þessi mynd hvað svona, en þetta er svo strafbóin á flugvellinum. Langar maður að segja ykkur frá því að út af því að þetta tengist fyrir mér mikið fræðslu og þjálfun þessa dagana hjá okkur. En við fórum semst af stað fyrir 1,5 ári síðan í svona ákveðna menningarvegferð hjá Isavia. Þar sem menningin var mæld og við settum okkur markmið að ná ákveðinni kjörmenningu innan Isavia. Og þetta er gríðarlega umfangsmikið verkefni fyrir 1300 manna vinnustaf og þetta er unnið beint frá skrifstofustjóra í samstarfi við Mannauð og fleiri deildir. Og þetta kemur rosalega mikið inn á leiðtogaþjálfunina, þar sem allir stjórnendur í okkur hafa farið í gegnum sömu þjálfun, þar sem við erum að stefna því að vera með ákveðna menningu. Þetta gengur ótrúlega vel og menningin mælist í rauninni þar sem við viljum vera í dag, en þetta er bara ongoing verkefni, við þurfum alltaf að halda áfram að þjálfa alla í því sem við viljum vera á þeirri menningu. Þetta er menningarsáttmálinn okkar, hann er hann er á öllum starfsstöðum í Isavia, upp á veggjum og þetta er svona okkar mantra í þessari vegferð allri saman. Þetta er svona leiðbeinandi og líka þegar okkur hefur mistekist eitthvað og svona, já ok, ég ætla að vera svolítið hugrakk og segja hvað mér finnst og gera það uppbyggilegan hátt. Það er svona eiginlega erfitt að koma því orð hversu mikið þetta er komið inn í menninguna en þetta er alveg búið að vera heljarnaverkefni en þetta hefur áhrif á starfsemina. Það að vera með svona skýrt leiðarljós þetta er ekki eins og Ævar og var oft í tísku að setja upp svona gildi einhverstað á vegg og svo voru það bara þar og enginn fór eftir í. Þetta er alveg, þetta er tekið fyrir öllum fundum, þá byrjum við á að taka check-in og við erum og byggjum mikið á trausti. Við traustum hvort öðru fyrir að segja hvernig við erum stend í dag. Það er svona menningin og núna erum við komin bara í framlínu þjálfun þar sem við erum að fá allt framlínu starfsfólki okkar sem er ca. 650 í þessa sömu vegferð. Þannig að það eru allir on board í þessu. Og þannig trúum við, og það er strax farið að sýna sig, við erum búin að mæla menninguna aftur, að við erum að skila meiri árangri með að vera meira samstillt og að allir séu með sömu áherslu þætti í huga. Þetta kemur rosalega sterkt inn á ráðningarferilinn, þar sem við erum auðvitað að ráða fólk inn eftir ákveðnum kúltúr. Við ætlum að vera þarna og þá þurfum við líka fólkið inn til okkar sem vill vera í þessum kúltúr. Móttökunar, við gefum okkur út fyrir og verðum að standast við það, að taka vel á móti fólki. Þannig að það er bara partur af kúltúrnum. Samskipti, stjórnun spilar allt þarna inn í og þetta hefni og þjálfun. Bara svona til að segja ykkur hvernig þá er talað að við vinnum þetta með erlendu fyrirtæki sem heitir Continuous Consulting og menningin sem við ætlum okkur að vera í er þessi bláa menning, það er uppbyggileg menning.
Við viljum ekki að menningun eitthvað óvirka, þar sem að fólk tjáir ekki sína skoðanir og hugsa bara, já, forstjóri ræður þessu bara. Við viljum fá að heyra það sem að öllum finnst en á uppbyggjandi máta. Við viljum alls ekki að menningin eitthvað sé drottnandi, þannig að þú gerir bara það sem þér er sagt út af því að forstjórinn eða hver sem segir að gera það. Þannig að við erum alveg svona meðvituð hvert við ætlum og það er þessi uppbyggjandi hegðun. Og þið sjáu hérna hringinn sem er þennan blár. Ég ætla ekkert að fara á dýptina í þetta en ég vil langa bara að sýna ykkur að við erum með mælitæki sem er að mæla menninguna. Og ef ég sýni ykkur bara aðferðafræðina á bakvið þá er það þessi hringur hérna. Þið sjáu bláa, það er uppbyggjandi menning, rauður, drottnandi og græn er svona óvirk menning. Og hver og einn stjórnandi fer gegnum svona sjálfsmat, þetta er ekki persónuleikapróf, heldur metur þú þína eigin hegðun, hvernig þú svona birtist í daglegu starfi og svo eru 8-15 í kringu þig sem vinna náið með þér sem meta sömu spurningar, svara sömu spurningum, svo er þetta borið saman og það tilgangur með þessu er að þú lítir aðeins inn á við og sjáir hvernig þú ert að svona hegða þér í daglegu starfi, hvernig þú ert að koma fram í samskiptum og með þessum coachum, þjálfum og við mannöður erum að þjálfa stjórnendur, deildarstjóra og hópstjóra í þessu að þá getum við skoðað. Ég kannski vanda mig aðeins upp á að ég kannski er pínu að forðast að segja mína skoðun á fundum eða í einhverju samstarfi. Þá er ég með mínum coachi að vinna í því bara, heyrðu, ok, þú þarft bara að láta þína skoðun heyrast aðeins hærra. Þannig að þetta er svona bara til þess að sýna ykkur hvað við erum að gera þarna því að öll þjálfun og öll svona fræðsla hjá okkur litast svolítið út frá menningarvegferðin okkar. Þannig að menningin er þetta, þú veist, ef við förum alveg tökum fræðsla og þjálfun alveg fangað þá er það auðvitað það sem að svona skila sér í heildina, hvernig menningin er og hvernig við erum svona, hvernig við komum í rauninni fram, gagnvart hvort öðru og viðskiptavinum okkar. Þannig að þetta var svona, já, kannski til að súma þetta saman, það var svona gaman að segja ykkur frá því, þegar við fengum semst núna í byrjun vikunar verðlaun fyrir þjónustu, semst við erum hérna í hópi bestu flugvalla 2022 í Evrópu í okkar stærðarflokki, þegar kemur þjónustugjöfum, semst 50-15 milljónir farþega á hverju ári. Og ég vil meina að einmitt þessi menningarvegferð og það sem við erum að leggja áherslu á mannauðinn skilir sér þetta í bara þessu góðu þjónustustíð. Þannig að vonandi hef ég gefið ykkur einhverja innsýn í það sem við erum að gera. Ég reyndi svona að hlaupa á hundavaði í gegnum þetta og þið vonandi að fengi einhverja hugmyndir eða innblástur og þið bara heyrið í mér ef það er einhverjar spurningar eða annað, bara seinna, eða ekki. Takk fyrir. Já, þetta var aldeilis frábært erindi frá mig Gyðu og enn og aftur kristallastað hvað það er gott að vera með góða starfsánægi og ég held að sé kannski bara dálítið áhugaverð hugmynd að öll fyrirtæki, stór eða smá, marki sér svona menningarstefnu í starfsandanum. Menningarvöldunum verður náttúrulega að koma þess að það sé svona meira öðruvísi en En nú skulum við taka smá kaffipásu. Ég ætla að minna á það að símenntunarmiðstöðin, það eru hérna og eru tilbúnar til spjalls og náttúrulega þeir sem eru búin að vera hérna með framsögu, en er það ekki 10 mínútur sem við ætlum að taka kaffipásu? Jú, 10 mínútur, stöndum upp, fáum okkur kaffi sem er hérna í aftast í salnum, förum á klósettið og minglum aðeins.
Smátt er þessu. Jæja, góði gestir, þá kemur þetta stóra jæja. Nú þurfum við að fara að setja punktinn fyrir aftan umræðuna í bili. Veit að það eru spennandi sögur, margt að segja og margt að ræða en við þurfum að halda áfram með dagskrá. Þetta gengur alltaf rosalega vel hjá mér, hjá okkur það að segja, en það gengur sérstaklega vel hjá mér, ég bara tekla líka fram, ég var að með þetta. En mér langar að rósa hérna öllum fyrir það hvað allir eru á tíma, mér veist það svona sérstaklega gaman, ég ekki hlut að vera vittveðilegur, það alltaf svo skemmtilegt sko. En já, eins og ég segi áfram með dagskrána. Næst það Margrét Björk Björnsdóttir, sem við köllum alltaf Maggi, en hún fagstjóri áfanga á markaðssviðs SSV og hún með erindi sem heitir Keðjan er aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn og það mjög lýsandi. Maggi, gjörðu svo vel. Það gleymdi svo hér. Já, komið sæl og velkomin hingað. Mér langar til þess að tala þetta að keðjan er aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn. Þess vegna er svo mikilvægt að við lítum á okkur öll sem eina heild og það var gaman að eins og Gyða kom svo vel inn á hérna áðan að þegar maður byggir upp menningu það að við séum öll í að takast á við þetta saman. Að það skiptir öllu máli og ég held að skiptir öllu máli hvort sem við erum bara með pínlítið fyrirtæki eða hvort sem við erum að vinna með heilan áfangastað, heilan landshluta eins og við erum að vinna með. En þá það sem sagt, mín skoðun og tilfinning svo að gæði ferðaþjónustunnar byggja alltaf á þessari góðu heimavinnu eins og Gyða fór hérna svo flott í gegnum áðan og þau gerðu líka Hæfnisetrið í morgun og það að allir þekki sitt hlutverk og standi sína plikt. Og svo þessi gagnkvæma virðing og traust sem gerir gæfumuninn, að við berum virðingu fyrir því sem við erum að gera, þeim sem við eigum í viðskiptum við og getum, það sé að við séum traustinsverð og við getum treyst þeim sem við erum í samstarfi við. En ég heiti sem Margrét Björk, eða ég alltaf kallið Maggi, og fagstjóri áfangastaða markaðssviðs SSV. En áfangastaða markaðssvið eða AAM eins og við köllum það svo í daglegu tali, það tilheyrir stoðþjónustu ferðamála og starfsemin í eigu samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, SSV, og sviðið heldur utanum og vinnur verkefni sem stuðla og styðja við framþróun og gæði og ávinning ferðamála á Vesturlandi. Og starfsemin byggir á verkefni sem heyrir þá bæði undir áfangastaðastofu Vesturlands og markaðsstofu Vesturlands.
Við erum 3 sem vinnum í fullu starfi á áfangs- og markaðssviði og einn starfsmaður líka auk þess hefur verið á þessu ári í verkefnatengdu hlutastarfi hjá okkur og svo erum við svo heppin að hafa einn starfsnema frá Háskólanum á Hólum hjá okkur núna en við reynum að tengjast og vera virk í samstarfi við alla aðila, hvort sem það eru aðrir stóðilar allt land eða hagaðalega ferðamála. Okkur finnst bara að við græða mjög mikið á öllu samstarfi sem við eigum, hvort sem hérna innan héraðs eða utan. Auk þess þá vinnum við náttúrulega mikið að sérverkefnum með allskyns hagaðalum og fagaðalum sem bæði þá eru að vinna hér á Vesturlandi og svo bara fyrir áfangastaðinn Ísland. Og svo mikilvægast er náttúrulega samstarfið okkar við ferðaþjónustuaðila á Vesturlandi sem eru þá með sérstakann samstarfsaðila samning við Markaðsstofu Vesturlands til þess að standa við og styðja við starfsemina sem lýtur að markaðssetningu á áfangastaðnum Vesturlandi. Og áfangastaðnum Vesturland, það er hérna bláa svæðið. Við erum sem sagt, þetta er vinnustaðurinn okkar og hann frá Hvalfirði í suðri að Holtavörðuheiði og Gilsfirði í norðri. Og við erum svo heppin að þetta er mjög bæði fjölbreytt náttúra, fjölbreytt þjónusta og mjög fjölbreytt í alla staði þannig að við erum að vinna mjög fjölbreytt verkefni og sem er mjög skemmtilegt í verkefnavinnun okkar. Og eins og ég kom inn á þá skiptist verkefninu meginhluta til í 2 áhersluverkefnaflokka. Það er áfangastaðaáætlun Vesturlands þar sem við erum að vinna þessari gæðaþróun, þróun og uppbyggingu, standa við og stuðla að uppbyggingu innviða, aðstoða við vöruþróun og uppsetningu á ferðaleiðum, styðja við viðburðahald, halda námskeið til að auka gæði, standa við allskyns svona verkefni sem snúa að því að efla ferðaþjónustu á Vesturlandi, bæði ferðaþjónustuaðilana sjálfa og eins bara umgjörðina og innviðina sem að lúta að ferðaþjónustu. Og síðan er það Markaðsstofa Vesturlands og þar erum við þá að vinna að því að kynna og markaðssetja áfangastaðinn Vesturland. Og við gerum það bæði með útgáfu á kynningarefni, við erum að reka vefmiðla til að kynna áfangastaðinn og þá þjónustu sem hér fyrir fram og við störfum með bæði Íslandsstofu og markaðsstofum og landshlutana og förum á ferðasýningar bæði innanlands og utan og stöndum ýmsum svona verkefnum til að kynna áfangastaðinn Vesturland. Og við höfum áfangastaðaáætlun Vesturlands að leiðarljósi í allri okkar starfsemi þar sem við tökum okkur fyrir hendur. En áfangastaðaáætlun Vesturlands er stefnumótun og 3 ára áætlun áherslur og þróun í ferðamálum á Vesturlandi. Þessi áætlun var fyrst unnin árið 2018 og var þá fyrir árið 2018-2020. Þá var farið í mjög virka stefnumótun, það voru haldnir 3 fundir á hverju vinnusvæði hér á Vesturlandi, það voru milli 300 og 400 mann sem kom að stefnumótunni og við unnum bara mjög góða framtíðarsýn og markuðum okkur farvegum hvernig við vildum byggja upp ferðaþjónustu á ferðamálum á Vesturlandi. Þegar áætlunin var svo endurnýjuð 2021 þá var náttúrulega COVID og erfiðara vik og þá héldum við netfundi og rýndum í og nýttum vel gögnin úr gamla áætluninni og þann grunn sem þar var byggður upp. Og svo núna leikur fyrir í haust þá komum við til með að fara aftur gegnum áfangastaðaáætlun, endurskoða hana og gera nýja áætlun fyrir árið 2024-2027. Og það er bara alltaf eins og bara hefur komið svo vel fram hér í morgun að það er alveg sama hvort við erum að vinna með eitt lítið starfsumhverfi sem er þá bara lítið fyrirtæki eða hvort við erum að vinna með fleiri hundruð manns í stóru fyrirtæki eða hvort við erum að vinna bara að stefnumótun og vinnum við það að byggja upp áfangastað þar sem margir koma að við þurfum alltaf að hafa sameiginlega heildarsýn og stefnu og markmið til þess að allir geti gengið í takt.
ferðaþjónustan er nefnilega svo ótrúlega viðtæk og kemur svo víða við og eins og við vitum öll þá snertir hún svo marga þætti í samfélaginu að það þarf að hafa svona leiðarljós. Ferðamálin eru nefnilega ekki einkamál og það er ekki hægt, enginn einn getur staðið einsamalla ferðaþjónustu og ég man ekki hvort að veit ekki hvort að þið munið eftir þessi mynd sem er hérna að hluta til á glæðurinn hjá mér kom fyrst út í vegvísi ferðaþjónustu sem kom út 2015 þar sem reynt var að skilgreina og skrá niður þá þætti sem lúta að ferðaþjónustu eða eru hluti af ferðaþjónustu og þetta er bara partur af myndinni. Þessi mynd tók alveg 2 heilar blaðsíður og var samt ekki tæmandi yfir alla þá þætti sem viðkoma ferðaþjónustunni og við köllum þetta nú yfirleitt skrimslamyndina. En þetta sýnir hversu mörg jafn maður þarf að hafa í eldin og viðtaka yfirsýn til þess að vita og þekkja við hvernig maður á að tala og hvað er hvers og hversi kuss þegar maður er að vinna í ferðaþjónustunni. Og hérna er nú bara smá plagg sem er úr áfangastaðaáætluninni þar sem við svona reyndum að taka stóru myndina varðandi virðiskeyrðu við ferðaþjónustunar og eins og þarna sést þá er það mjög margir fléttir sem að koma við þegar maður stendur í ferðaþjónusturekstri þá er það margir sem koma þar við sögu sem maður þarf að kunna skila á og geta vita og vera í góðum tengslum við. Því er það þannig að hver og einn hlekkur virðiskeðjunnar skiptir máli varðandi heildarstyrk og gæði keðjunnar. Því að það er þannig að þeir sem eru að ferðast og við erum öll þá höfum það markmiði að vera þjóna og uppfylla væntingar þeirra. Það er það sem þetta gengur út á. Að upplifun þeirra af heildarferlinu það skiptir máli allt frá því að fólk fær hugmynd að ferðalagi og þangað til að það er komin heim aftur og er að borga síðasta vísareikningin. Að öll sú upplifun sem að fólk verður fyrir á leiðinni hefur áhrif varðandi gæðamat þeirra á ferðinni og umsögn fólks ferðalagið. Og þess vegna verða allir að sýna ábyrgð og þekkja sitt hlutverk og standa sína plikt. Það er alveg sama hvort að það er stjórnsýslan sem heldur utan rammann, skapar innviðina og leggur línurnar varðandi reglurverk og annað, eða hvort það eru fyrirtækin sem eru bjóða upp á þjónustuna og reka ferðaþjónustuna, eða hvort það eru gestirnir sem þurfa náttúrulega að þekkja hvert þeir eru að fara og vita hvað þeir vilja, eða hvort það er samfélagið sem þarf að gera sig grein fyrir því hvaða máli ferðaþjónusta skiptir fyrir þau og hvað þeir fá út úr í. Að til þess að tryggja það að allir séu virkir í þessu ferli þá þurfum við að eiga samtal sem er mjög skýrt og gott. Allir þeirra, það þarf að vera gagnkvæmur skilningur á milli allra þessara aðila á því hvað þarf og hvernig við ætlum að gera þetta og síðan þarf að ríka sátt það sem við erum að gera. Það er ekki hægt að einn vaði yfir annan eða einn standi ekki við það sem þeir hafa lofað. Við þurfum að vinna öll þessu saman og vita öll hvað við viljum og hvernig við ætlum að fara að því. Og svo þurfum við að bera virðingu fyrir og ábyrgð á þeim auðlindum sem við nýtum til þess að búa til þá ferðaþjónustu og þá vöru og þjónustu sem við erum að bjóða upp á. Við þurfum að hugsa innviðin okkar, við þurfum að hugsa þjónustuna okkar og náttúruna og menninguna og þetta sé haldið vel utan þetta á ábyrgð og virðingu og umhyggju til þess að við getum nýtt þessar auðlindir til framtíðar, það sé ekki einnota, því að við vitum það öll að auðlindir áfangastaða, seglasvæðisins sem allir að nýta, felast í þessum þáttum. Það er náttúran okkar, þar sem við erum að bjóða fólki heim til að upplifa og skoða þessa einstöku náttúru sem er hér á Íslandi.
það er menningin sem við erum svo ríka að eiga, það er saga og sýningar og minjar og listir og við höfum eitthvað mjög margt að bjóða og svo þurfum við auðvitað að halda utan þessa innviði til þess að það sé aðgengi að öllum þeim stöðum sem við bjóðum upp á, það sé öryggismálin sé í lagi, við séum að veita góðar upplýsingar allt og við getum tekist á við þær áskoranir sem að það felur í sér að taka á móti mörgum milljónum manna á hverju ári ofan þessi litla þjóð sem við erum ekki svo mörg sjálf til þess að sinna þjónustunni. En það er náttúrulega þjónustan og þau gæði sem í henni felast sem að skipta náttúrulega öllu máli að við séum að vinna okkar vinnu af virðingu og ábyrgð. Og þá kemur það þessi áfangastaðavinna. Það er þessi heimavinna sem að einmitt við höfum verið að ræða hérna í morgun sem skiptir öllu máli það að allt gangi vel. Að allir vinni heimavinnun sína, það er grunnurinn. Ef allir vinna sína heimavinnu saman hvað þeir eru staddir í virðiskeðjunni og allir geta staðið klárir á sínu, þá gengur okkur betur. Og það er alveg sama hvort að það ef við lítum bara hver á sinn áfangastað sem er þá svo staður sem við erum að vinna út frá. Hvort það er eins og við sem vinnum hjá áfangastað og markastofu Vesturlands, við erum að vinna með áfangastaði Vesturland. En svo getur verið einhver kaffihúsaeigandi í Borgarnesi sem áfangastaðurinn hans er kaffihúsið hans í Borgarnesi. Og við horfum á þessa uppbyggingu á því að við þurfum að standa að skila því að halda utan þær upplýsingar og allt okkar áfangastað, hvernig við viljum hafa hann og hvað við viljum bjóða. Við þurfum að vinna með nærsvæðin í kringum okkur til þess að efla og styrkja það sem þá vinnu sem við erum að vinna því að það enginn er eilandi í ferðaþjónustu og við þurfum líka að horfa til fjarsvæðisins eins og við vinnum með öllum svæðum á Vesturlandi, við vinnum með fjarsvæði sem í rauninni bara áfangastaðurinn Ísland sem í rauninni hinn markasvæðin og svo það áfangastaðurinn Ísland sem lendingarsvæði fyrir okkur og þannig þarf hver og einn aðila að hugsa um sína vinnu. Horfa á það, hvað er ég að byggja, hvað styður mína starfsemi í kringum mig, hvert þarf ég að vera í tengslu við og hvernig þarf ég að komast í tengslu við umheiminn. Og það er einmitt þessi heimavinna sem skiptir öllu máli og það þurfum við að skilgreina og þróa vörur og þjónustu og þá verkferla sem við ætlum að vinna eftir. Við þurfum að pakka inn okkar starfsemi og vita hvað við erum að bjóða. Við þurfum að tryggja allt eins og þá að vera öll leyfi til staðar, aðstæð og aðföng og öryggismál séu í lagi og við þurfum að sjá til þess að starfsfólk fái upplýsingar og þjálfun til að sinna sínu. Við þurfum að auglýsa og kynna starfsemin okkar og vörur og þjónustu sem í boði og við þurfum að ganga frá öllum samningum sem þarf til þess að örugglega sé hægt að afhenda þær vörur og þjónustu sem auglýst hefur verið. Það gengur ekki upp að það sé einhver skipulengjandi sem á litla rútu í Reykjavík og ákveður að keyra dagsferð vestur á Snæfellsnes og þar ætlar hann að bjóða upp og skoða hitt og þetta og þannig ætlar að gefa fólki að borða og allavega. Svo kemur hann á staðinn og þá er bara allt lokað, það er engin þjónustu til staðar af því að hann hefur alveg gleymt að láta vita að hann ætlaði að koma í hádegismat með 20 manna hóp. Þannig að það er ekki þetta, maður þarf að þekkja sitt heimasvæði og vita hvað þjónustu er til staðar á hverjum stað. Það þurfa allir að vinna sína heimavinnu og tryggja þetta samtal. Já. Það er sem sagt að gefa þessar upplýsingar, að tryggja viðskiptavinum greiðan aðgang á réttum upplýsingum varðandi opnunartíma vöru og þjónustu. Það er þessi gagnkvæma upplýsingagjöf sem við þurfum að standa öll skil á, að það sé aðgengilegt hvaða vörur við ætlum að bjóða upp á. Við þurfum að tryggja það að viðskiptavinur okkar viti hvar okkur er að finna og hvernig við hægt sé að ná sambandi við okkur. Og líka að allir sem að starfa fyrir okkar fyrirtæki, þeir geti þá veitt þær upplýsingar. Og það er líka mjög gott ef við getum þekkt þannig okkar heimasvæði og verið það góðum tengslum við svæði í kringum okkur að það sé hægt að veita upplýsingar þar því að það er náttúrulega til að byggja upp líka þjónustuna og gera okkur sterkari. Og svo er það samskipti
sem skipta öllu máli. Það er að leggja metnað í góð og farsæl samskipti við alla aðila sem þarf að vera í tengslum við vegna viðskiptana. Það er að bera virðingu fyrir væntingum og þörfum, skoðunum og tíma annarra aðila. Það er bara þetta litla atriði eins og það að svara tölvupóstum. Þegar að vera að leita til okkar ef við erum búin að gefa það út að við séum þjónustuaðili, þá þurfum við að bera virðingu fyrir þeim sem leita til okkar varðandi með fyrirspurnir og annað, og oft vill það bara hreinlega brenna við í litlum fyrirtækjum og það hefur ekki fundist tími til að svara tölvupóstum. En það er fyrsta gæða viðmiði sem fólk fær þegar það hefur samband við þjónustuaðila, hvernig viðmót hann fær bara strax frá fyrstu stundu. Og svo er þetta að taka öllum viðskiptavinum vinsemd og leggja sér fram að virða væntingar hvers og eins. Og koma vel fram með starfsfólk. Þetta allt endurspeglast út í gegnum þá þjónustu sem við erum að veita. Og þess vegna skiptir þetta miklu máli að allir séu á sömu blaðsíðu og öllum líði vel í því sem þeir eru að gera. Samstarf er mjög mikilvægt til þess einmitt að við getum tryggt þessar skilvirku samskipti, því að það er ekki hægt að ætlast til þess að viðskiptavinir, eða sem sagt að við þurfum að styrkja viðskiptabönd og annað. Það er ekki hægt að ætlast til þess að fólk finni á lyktinni hvað einhver annar er að hugsa. Það þarf að tryggja með virkum hætti að allt það sem við erum að byggja upp og nota í okkar þjónustu sé til staðar og það séu trygg samskipti fyrir því og samstarfssamningar að það gangi upp að veita þá þjónustu sem við höfum lofað einhverjum viðskiptavin okkar. Og svo er þessi ábyrgð. Það er að sýna ábyrgð með því að vinna heimavinnuna, ef allir gera það. Það þarf að þekkja allar aðstæður vöru og þjónustu og vera ábyrgur gerða sinna og geta staðið við þær skuldbindingar sem að maður hefur sett sér. Og stunda þessa ábyrgu viðskiptahætti varðandi vöruþróun og sjálfbærni á svæðinu og leggja upp úr því að vera alltaf að styrkja og styðja svæðið sitt, hafa hugsun á því að ef maður ætlar að nýta einhvern svæðið, einhvern stað til þess að sækja þjónustanga, þá þarf maður náttúrulega að versla og kaupa þjónustu af þeim aðilum sem eru þar að veita þjónustu til þess að viðhalda þeirri þjónustu og aðgengja henni til framtíðar. Og síðan náttúrulega stuðum við að ábyrgri ferðahegðun með því að veita upplýsingar og vera með öryggisáætlun og annað sem við þurfum að hafa alltaf til staðar. Og allt þetta byggir á því að við séum sem búin að vinna heimavinnun okkar og getum þjálfað okkar starfsfólk og alla sem til okkar koma til þess að vinna samkvæmt þeim markmiðum sem við viljum að fólk komi. Svo er það að samtal er ekki sama samtal, það þurfum allir að leggja sér fram. Við þurfum að eiga í þessu gagnvirka samtali og sambandi og samráði við þá aðila sem við erum að vinna með og viljum vinna með og vitum að styrkir okkar þjónustu og okkar áfangastað. Við þurfum að vinna að markvissri og gagnvirkri upplýsingagjöf. Það er ekki, við vitum að fólk getur ekki fundið á lyktinni það sem við erum að hugsa hvernig við ætlum að hafa hlutina. Og við verðum að sýna virka hlustun og virka svörun. Eins og ég sagði áðan, það skiptir svo miklu máli að við séum alltaf virðum samskipti við aðra. Og síðan er það náður sameiginlega skilningi það að allir aðilar séu sáttir við þá þjónustu og það sem við verðum að gera, að við séum örugglega með leyfi frá öllum aðilum, að við séum ekki að selja aðgang inn á landi sem einhver annar á, eða við séum að segja frá að við ætlum að veita einhverja þjónustu sem er kannski ekki til staðar. Það er þessi sameiginlegi skilningur að allir viti hvað þeir ganga að og allir séu sáttir við það. Síðan að það sé upplýst og staðfest niðurstaða sem að við vitum að við getum gengið af og svo allir standi við það sem er samið.
Ef að allir hafa þessi viðmið og leiðarljósi og sinna sinni starfsemi, hvort sem það eru lítil eða stór fyrirtæki, stjórnvöld eða stoðþjónusta, hagaðilar og samfélag, þá verður margt betra og við getum staðið saman að uppbyggingu á gæðaferðarþjónustu og gæðaþjónustu á áfangastöðum allt land. Takk fyrir. Já, en þetta svona dálítið rauði þráður sem hefur verið hérna til umfjöllunar í dag og það þekkingin og að líka hafa réttar upplýsingar og geta miðlað upplýsingunum rétt, bæði til gestana, til samstarfsfólks og fólk bara til samfélagsins eins og Maggi kom hérna sinna á. En næst langar bara að bjóða Helgu Margréti Friðriksdóttur og hún framkvæmdastjóri Landnámsseturs Íslands. En þau eru aldeilis búin að vera hérna miklir frumkvöðlar í því að byggja upp menningarferðarþjónustu og núna kemur hérna smá áhættuatriði. Ég ætla að gera þetta sjálfur án þess að þurfa að kalla á aðstoð. Við skulum sjá hvort það gangi upp. Af því að þau eru svo miklir frumkvöðlar að þau vilja að það var svona aðeins öðruvísi sko. Þannig að það alveg hérna og það alveg frábært en þetta að og við sjá það út fyrir og bara voilà. Jæja, góðan daginn. Ég sem sé komin hingað til að segja ykkur frá þessar tilneyingu okkar til þess að halda það að við þurfum alltaf að gera allt sjálf frá grunni. Og ég vona að niðurstaðan eftir mínar 10 mínútur í Suðurskautsinu þá séum við sammála það að tímasparnaður sé bara dyggð. En ég heiti sem sé Helga Margrét Friðriksdóttir og ég framkvæmdastjóri Landnámssetursins og Landnámssetrið var farið á stað í samstarfi Hefnissetur ferðaþjónustunnar þegar ég hef störf þarna í september 2021 en bakgrunninn minn úr mannauðsmálum. Og þar af leiðandi var ég fljót að detta í hennan pitt að halda að ég þyrfti einhvern veginn að koma með allt frá grunni og finna þetta allt upp sjálf. Og en eins og þið vitið, hérna inni sem að starfi í ferðaþjónustunni, þá erum við með rosalega marga ólíka bolta á lofti á sama tíma og í rauninni okkar verðmæti liggja í tímanum. Þannig að já, með þennan bakgrunn þá var náttúrulega ég með meira próf í viðhorfskönnunum starfsmanna, starfsmannasamtölum, fræðslumálum, ráðningum og móttökum nýliða, en ég hafði ekki starfað í ferðaþjónustu áður. Og þá er ég svo ljónheppin að Hefnissetur ferðaþjónustunnar er líka sérfræðingur í þessum atriðum og á sviði ferðaþjónustunnar, þannig að það var ég, þeir römmuðu þetta allt saman inn. En í þessum bransa sem við störfum í þá er mikil velta á starfsfólki og margir koma inn í tímabundi verkefni eða meðan seasonið meðan high seasonið í rauninni í gangi. Og fólkið er okkar bara verðmætasta auðlind og stóra spurningin er þá alltaf bara hvernig höldum við í gott fólk. Og staðan er svo að árið 2025 þá verður 75% af vinnumarkaðinum millennials eða þetta fólk sem er fætt á árinu 1981 til 1996. Og þeir meta bara sig á annan hátt heldur en kynslóðin undan okkur. Eða undan okkur, ég er millennials. Mikið að taka það frá. Og það er ekki bara launin sem að hafa áhrif á það hvar þau vilja starfa. Það eru aðrir þættir og bara svo eitthvað sem nefnt, þá er þetta gildi og menning og svo þáttur sem mig langar að ræða hér og það er virði. Hvað virði skapar starfið fyrir mig? Ekki bara sem starfsmann, heldur líka sem einstakling. Hvað gerir starfið fyrir mig? Byggir það mig upp? Stækka ég á einhvern hátt við það að vinna hérna? Og þarna kemur lærdómsmenningin inn og hún er bara gríðarlega mikilvæg þáttur fyrir vinnustæði til þess að laða af þennan hóp.
Þannig að vinnustæðir sem hafa einhvern veginn tileinkað sér þessa menningu, þeir hafa ákveðið forskot. Það er líka varðandi að innleiða lærdómsmenningu og viðhalda henni, það er stöðug áskorun. Og ég ætlaði aðeins að koma inn á hvernig við höfum notað Hæfnisetrið til að styðja við þessa þróun hjá okkur. Ég nota efnið inn á Hæfnisetrinu alveg gríðarlega mikið og þau eru með þessa bara verkfærakistu. Ég man nú ekki hvort ég kalla það sjálf inn á sinni síðu. Ég tala alltaf um verkfærakistuna en alltaf þetta heit ekki bara nýliða þjálfur. Og ég er að nota efni þarna inni bæði inn í starfsmannahandbókina, líka inn í fræðslu til starfsmanna og líka bara til að miðla efni jafnt og þétt inn á starfsmannasíðuna okkar. Við vinnum á vöktum, þannig að fólk er ekki alltaf í húsinu á sama tíma, þannig að vettvangurinn til þess að ná til fólks með upplýsingar á einu stað, það er Facebook síða starfsmanna. Og þar hef ég verið að setja upplýsingar inn, stutt vídeo eins og við komum inn á Margrét og Valdís í sinni fræðslu, stutt vídeo með litlum fræðsluerindum sem ég hef verið að miðla þarna inn bara svona til þess að viðhalda einhvers konar fræðslu kúltúr, þekkingarsauðningu. Ég finn ekki orðið. En svo líka móttaka nýliða, þetta er tilbúið ferli. Eina sem maður þarf í rauninni að gera er bara svona aðlaga svolítið að sinni starfsemi og finna hvað virkar inn hvar. Og svo raundæmi. Guð minn góður, þið eigið að nota þessi raundæmi. Ég held að enginn sem hefur starfað í þjónustu geti ekki speglað sig inn í þessum dæmum. Og þetta er í rauninni svo gott af því að við höfum öll lent í erfiðum viðskiptavinum. Við höfum öll lent í áskorunum í þjónustu. Og besta sem við gerum fyrir starfsfólk, við getum aldrei undirbúið undir allt. En við getum með því að ganga í gegnum svona raundæmi, þá getum við undirbúið undir mögulegar aðstæður sem geta lent í, þannig að þau geta aðeins spegla sig í aðstæðum og velti fyrir sér, hvernig ætla ég að bregðast við? Við höfum líka bara lent í ósangjörnu fólki, sem er bara, en þá er svo gott að vera aðeins búin að setja sig í þessar aðstæður, hugsa þetta, og velta því fyrir sér hvernig ætla ég að bregðast við í svona aðstæðum. Hvaða tól ætla ég að nota? Þannig að raundæmin eru, og þetta var svona pínu vandræðilegt þegar við vorum að lesa í gegnum þetta í fyrsta skipti, að tekið eitthvað viðskiptavinur skrifar trippa þessu, bara, já, þetta er hjá okkur? Nei, það getur örugglega gerst á öllum veitingastöðum á landinu. Það geta allir speglað sig í þessum aðstæðum. Við nota kanna til þess að taka svona púlsstöðuna á starfsfólkinu okkar. Og svo með erlenda starfsfólki. Þeir eru með sérstaka hlekk þarna undir varðandi erlend starfsfólk og móttöku á erlendu starfsfólki. Og þarna eru bara, þetta er bestu upplýsingar sem þið finnið þegar þið eru að taka móti nýliðum sem eru að koma kannski beint á utan. Þarna eru allar upplýsingarnar. Ég fer að inn á skrá, Vinnumálastofnun. Þarna er bara búið að ramma þetta alltaf á einn stað. Miklu aðgengilegra, þægilegra og einfaldara einhvern veginn og vita bara af þessu öllu þarna inn á einu stað. Svo var ég með starfsmannafund daginn þar sem við fórum aðeins bæði gegnum raundæmi en líka vorum að rúlla í gegnum síðuna goodtoknow.is og það kom með mikið lof frá starfsmanni hjá mér sem talaði um það hvað þetta verið þægilegt síðan hún í rauninni bara þýðist þessi starfsmaður er pólsk og hún sagði rosalega þægilegt bara af því að ég er alltaf jafn að nota netið á pólsku þá var síðan einhvern veginn þýddist automatískt yfir á pólsku hjá henni þannig að hún var rosalega ánægð með hvað þetta var aðgengilegt og þægilegt og notendavænt. Þannig að og svo er bara þetta fiskabúrið og fagorðalistinn, þetta er eitthvað sem bara, þetta eru orð sem allir er að díla við dagstælega þannig að þetta er rosalega þægilegt og þannig er spænska og pólska, enska og íslenska þannig að eina er mjög íslenska orðin stundum svolítið fyrirlegt, það er mjög háflug en annar er bara skoðið út frá ensku og pólsku og mögulega spænsku þá var þetta mjög svona aðgengilegt og þægilegt. En við vorum í þessu samstarfi við Hæfnisetrið og í grunninn var þetta bara gríðarlega gott aðhald. Ég er ekki að segja að
við kunnum margt, en með ótrúlega marga bolta á lofti þá er stundum bara erfitt að halda sér á brautinni. Það er bara, business as usual heldur áfram. Og þá var allavega rosalega gott að fá reglulega símtal og fæjan frá Valdísi þar sem var Helga mín. Viltu fylla út í skýrsluna, viltu gera þetta? Þú veist, af því að þetta heldur mann á tánum. Og það heldur mann einhvern veginn við efnið og maður gleymir því ekki í amstri dagsins að þó að viðskiptavinnir flæða inn, þá þarf maður líka sinna fræðslu, maður þarf líka sinna gæðamálum og maður þarf að, þú veist, já, þetta er, já, heldur mann bara tánum. Ég held að það sé í grunninn svona bara það sem að skiptir máli. Ekki klassíst að fóta í sjálfan sig. En við sem sé, í þessu bækling þá komum við inn á þetta, við höfum notað þetta efni mjög mikið, bæði í starfsmannahandbók og í fræðslum og annað. Og mér langar bara að minna sjálfa mig á það aftur, að við þurfum ekki að finna hjólið þegar það er búið að vinna góðan gagngrunn fyrir okkur. Þá er engin skömm á því að nýta sér góða vinnu sem aðrir hafa unnið. Og það er bara mjög jákvætt að þetta sé allt aðgengilegt á einum stað. Ávinningurinn. Þessi vinna, þetta er smá svona eins og að vinna eftir gæðakerfið að markmiðum. Við getum aldrei tapað á því. Það er alltaf einhvern veginn bara upp á við. Niðurstöðunir hjá okkur sýna að það var aukin sala. Við mældum svona aukasölur eins og að kaupa desert eða kaffibolla. Það var erfitt að mæla það hvað, þú veist, það var náttúrulega fjölgun ferðamanna og svo kom COVID og alls konar flækjustig, þannig að við miðuðum við sem sé fjölda viðskiptavina sem við vorum með og skoðum hversu mikið aukasala átti sér stað, það er að segja hversu margir keyptu þessu kaffibolla, því að það er þetta aukaskref sem við getum kennt, þú veist, uppsalan, má bjóða þér kaffi með desertum. Partur af í þessari fræðsluáætlun hjá okkur, það var að miðla þessari hæfni að sem sé uppsæðja. Og svo bara í rauninni þar sem að mér finnst vera stæðsti ávinningurinn, það er bara meiri starfsánægja. Fólk talar það að þeim líður betur í umhverfi þar sem er verið að, þar sem er, ég ætla að nota orðið, lærdómsmenning. Ég sé að síðust komið þannig að ég fer að tala hraðar og svo bara skauta hratt. Eitt víst, kröfurnar eiga bara eftir að aukast í umhverfinu sem við störfum í. Lærdómsmenning og fræðsla skilar okkur betra starfsfólki og ánægðara starfsfólki og á sama tíma þá vex fyrirtækið bæði með auknum gæðum og líka orðspori og vinnustæðurinn verður eftirsóknarverðari. Takk fyrir mig. Ég vissi ekki ég hefði svona stressandi nervu líka. En ok, það voru ávallatrið 2. Gott að þetta gangi upp. Voilà. Allt eins og það vera, sko. En, já. Eða hvað? Nú flettist ekki hérna milli, ég ætla kannski að velja Þetta er ekki skemmtilegt. Þetta er ekki skemmtilegt sjónvarpsefni. Það er svona, já. En já, við höldum áfram og næst bjóði velkominn Hákonar Bergmann, en hann er yfirverkstjóri í Hvammsvík og hans erindi er jákvæð vinnustaðarmenning, jákvæð upplifun. Gjörðu svo vel, Hákon. Já, takk fyrir það. Alltaf gaman að vera svona seinast fyrir hádegi. Ég sé að búa að byrja með það hádegismatinn og allir byrja að finna þefinn af því, en ég ætla að reyna að hafa þetta bara nokkuð stutt. Já, við ætlum að tala aðeins um vinnustaðarmenningu. Kannski byrja bara aðeins á já, að tala aðeins um okkur. Ég var með eitthvað nótsum en ég sé það alveg ekki. Já, við opnuðum sjóböðina fyrir Hvammsvík 16. júlí 2022, þannig að við erum ennþá fyrsta starfsækni.
Við bjóðum upp á sjóböð, svona einstök sjóböð sem með svona mjög mikla tengingu við náttúruna. Erum með svona opin aðgang á sjónum og erum svona, við erum mjög umhverfismeðvituð, við erum að stefna algjörlega sjálfbærni. Við reyndum að endurnýta alltaf svæðin okkar til þess að búa til þessi böð. Allir steinarnir í laugunum, það er allt bara steinar og fjörun okkar, ljósastaurarnir, þetta eru bara gamli símastaurarnir Komsvík. Og já, við sem notum saltað í laugarnar og þannig að við þurfum ekki að nota nein hreinsefni í laugarnar. Þetta bara hreinsa sig sjálft með saltaðinu og stöðugu rennsli. Við erum með okkar eigin hita uppsprettu, þannig að við getum skipt vatn í laugunum bara á 2 til 3 klukkustundar fresti. Þannig að já, þetta er svona það sem við erum að bjóða upp á. En ég er komin til að tala vinnustaða menningu aðra. Við erum nýtt fyrirtæki, við erum ennþá okkar fyrsta starfsárið eins og sagðan og þannig að við fengum svona tækifæri til þess að skapa okkar eigin vinnustaða menningu frá grunni sem ég tók þátt í frá upphafi. Það var lögð mikil vinna í vörumerki sjálft. Við fengum fagalega með okkur til þess að byggja upp vörumerkið, allir litir og allt í logoinu, þetta er allt svona tenging við náttúruna. Þetta svona skapar ákveðið svona starfsfólki séð, það er verið að gera eitthvað alveg hérna og þetta er sem við viljum vera partur af. Gildin, það var mikil hugsun í gildin, hvað við viljum standa fyrir og við hvetjum starfsfólki okkur mikið í að taka þátt í að fylgja þessum gildum. Ráðningarferlið, að taka persónulega yfir reynslu. Við viljum fá þetta fólk sem er tilbúið til þess að veita þetta auka þjónustu sem við höfum verið að veita með því að sjá bara, ég spyr bara í ráðningarferlinu, ert þú tilbúið til þess að kynna þér nærum umhverfið okkar og staðarhætti bara til þess að geta miðla reynslu og þekkingu á umhverfinu í kringum okkur til gesta að það koma mjög mikið spurningu frá gestum bara hvað er hægt að gera í kringum okkur. Hvalfjörður náttúrulega er algjör náttúru perla og þetta sé aðeins að vakna aftur að fólki byrja að koma í Hvalfjörðinn og en já, eins og ég sagði áðan, við erum nýr vinnustaðir og það var svolítið lán í óláni og ætluðum að opna í byrjun júní, opnuðum fyrir 16. júlí, þannig við fengum hellingstíma til þess að bara fara með starfsfólkinu okkar í kringum umhverfið okkar og heimsækja þessi staðir eins og Glym og Brynjudal og Fossárdal og Þórufoss og alla þessa frábæru staði sem er ótrúlega auðvitað rosalega sjálfstraust í að geta svara spurningum á viðskiptavinnum. Við náðum líka að þau fengu að vera partur að því bara að við vorum bara að setja þeim að skápa með starfsfólkinu. Þannig að þau vita nákvæmlega hvernig bragginn á búin til hjá okkur, hvernig laugar. Þannig að það er alltaf mikilvægt að stjórnendur og eigendur síni í gott fordæmi. Ég er búinn að vera í fyrirtækjarekstri mjög lengi og ég hef oft orðið vitni af því ef ég haga mér eins og gera eitthvað skrítið þá er því bara fyllt eftir. Þannig að það er bara basic. Horfa fram í einu sinni eftir samþykki, það er svona líka hefur tíðkastandi að ef ég ger eitthvað öðruvísi einu sinni og brýt reglurnar þá þykir það bara vera þannig að það sé bara í lagi. Þannig að við pussum upp á það. Opin samskipti. Bara að segja opin samskipti reglulega við starfsfólkið, það byggir rosalega mikið sjálfstraust og það svona lætur þau hugsa, ok, við getum gert mistök og lært af þeim, sagt bara frá því strax og við leggjum mikið upp með opin samskipti milli stjórnenda og starfsmanna. Og það hefur skilað okkur mjög miklu að það er alltaf allir tilbúin til að segja og mistökum sínum spurja og bara vera mjög opin í þessum málum. Fagleiki, náttúrulega mjög mikilvægt að vera faglegur. Náttúrulega mjög mikilvægt líka að þetta er skemmtilegt starfið og fróðlegt og við svona reynum yfirleitt að finna einhver svona verkefni og svona sem að höfða til ákveðina starfsmanna. Það er eitt starfsmaður hjá okkur sem er bara almenn starfsmaður, hún hefur rosalega svona áhuga á samfélagsmiðlum, þannig að við komum henni svolítið inn í það að aðstofa okkur með það, að hjálpa til með samfélagsmiðla. Annar sem hefur áhuga á svona, hann er svolítið listræn, fróðlegum og áhugaverði. Það er búið að skila líka mjög góðum árangri í að byggja upp góða vinnustaða menningu hjá okkur.
Svo þegar við fyrir í starfsmannakaflann, hegðun, fylgja gildum, leggjum bara mikla áherslu á það að eins og sé, við erum umhverfismeðvituð, við erum jákvæð, fagleg og svo fróðlegt, þetta eru gildin okkar. Þekking, miðra reynslu, það er það sem við erum að tala um áðan, sem betur fer kannski ekki alveg, en heppni að við náðum að kynna okkur þetta nærumhverfi og við erum með starfsfólk sem hefur bara rosalega góða þekkingu á staðarháttum í Hvalfirðinum og getur miðla reynslu og sko, það kom hérna fram áðan í Valdísi og Margréti að það eru einhver fyrirtæki sem eða flest fyrirtæki sem telja sig ekki að hafa tíma í nýlega þjálfun. Ég gerði svona bók, starfsmannahandbók. Ég hefði ekki tími í það. Ég gerði þetta, það tók mig 2-3 mánuði og ég gerði bara einn kafla, hálfan kafla á hverju kvöldi eftir að krakkarnir fóru og svo. Þetta er búið að hjálpa okkur rosalega mikið og spara okkur rosalega tíma í að þjálfa upp starfsfólk. Það er bara fullt af hagnýtum upplýsingum hérna Hvalfjörðinn, hvernig maður fer í gegnum móttöku gesta og eigandinn okkar er mjög, hún þykir mjög gaman að listaverkum, þannig að allar upplýsingar um listaverk hérna. Allt svona veitir líka starfsmannum rosalega sjálfstraust að geta lesið, þú veist, ok, það er rosalega mikið spurt um listaverkinu okkar. Að geta bara lesið hérna og verið með þetta höndina bara í tilbaka í þjónustið okkur og lofið með umsögnum og öðru. Já, þáttaka eins og umsagnir, sko mjög mikilvægt að deila góðum umsögnum til starfsfólks. Það náttúrulega veitir líka rosalega mikið sjálfstraust. Ábendingar frá starfsfólki, ég tek það fram hérna í þessari bók líka að við hvetjum alla starfsmenn til að taka þátt í að koma með ábendingar. Við bjóðum upp á árlegt samtal við starfsmenn, þar sem við bara spurjum eitthvað sem þér finnst betur með að fá í, sem að pæla í þessum umsögnum. Þetta er bara, held ég, það bara að besta sem maður getur notað til þess að byggja góða vinnustæðamenningu, að svara umsögnum og einmitt koma í á framfæri við starfsfólk. Og það er líka, starfsfólk er mjög stolt yfir þeim umsögnum sem við höfum verið að fá og það hefur skilað okkur bara í áframhaldandi góðri þjónustu. Stolt, sjálfstraust bara sem við erum múin að tala um, traust, við sýnum starfsfólkum traust, við svona gefum innsýn inn í fyrirtæki, hvernig gengur, það veitir ákveðið traust og það bara byggir upp ennþá betri menningu. Og svo ábyrgð að bara við tökum öll ábyrgð þessu saman að vera með góða vinnustæðamenningu. Svo bara lokum, árangurinn sem hefur borist af þessu. Við erum nýlega þjálfunin okkar, við finnum kannski aðeins að skoða betur með hæfnisetri að skoða það eins. En við erum með svona smá grunn bara við sjálf og við erum ekki með svona einhvern skóla eins og Isavia en þetta er bara ég og vakstjórarnir en þetta er árangur sem við hefum fengið og við erum bara rosalega stolt af þessu. Sérstaklega alveg Time Out Magazine, þetta var alveg geggjað. Best things to do in the world og við erum bara nummer 1. Þannig að, já, bara takk hérlega fyrir mig. Ef við getum skoða þessa bóka eftir, þá bara endilega, þá með ég bara pekja mig. Takk fyrir mig. Og það er greinlegt að það er merkilegt að gerast í Hvalfirðinum. Og ég tók sérstaklega eftir í að það var talað um það að það var notaði tími til þess að fara í ferðum nærumhverfi til þess að kynnast í og það held ég að sé líka mjög verðmætt. Og svo líka af því ég er menningarfulltrúi, takk fyrir að minnast á listina, það er nefnilega mjög mikilvægt líka. En nú skulum við taka hádegishlé, við erum aðeins eftir áætlun en við skulum halda okkur við það að við byrjum aftur á pallborðsumræði svona upp úr korter í 1 og það er súpa og brauð í boði. Og svo langar maður til að vekja athygli á því að það verður dregið í happdrætti eftir pallborðsumræðarnar, þar sem er dregið úr skráningum á þannig viðburð í dag. Glæsileg vinningar í boði, þannig að fylgist vel með því En gjöru svo vel.